að gera? Ég er bara í ykkur sem gýr. Sem gýr. Herru, fyrsti þáttur. Já, við erum konir aftur. Vá, hvað ég er glaður. Vá, hvað ég er glaður. Þáttur 1, en tæknilega séð 5. Er það ekki? Jú. 4 þættir sem við gáum úr 2023. Já. En núna, back with a bang. Yes. Og heldur betur with a bang, nýtt stúdíó. Já. Studio, wow. Custom made borð. Look at it. Pappi. Þeir sem er að horfa, þeir sem er að hlusta verði að horfa, því að þetta bjöggum við til, ég og pappa Ingo. Já, einmitt. Á meðan þeir bögtöluðu mig. Á meðan var Ingo í tölvunni. Já. Spila tölvuleiki. Spila einhverja tölvuleiki. Ég var í tölvuleik. Tölvuspil. Ég var í Elder Scrolls of Morrowind. Ég var í Morrowind-leiknum. Nei, en þetta gerði við, strákanir. Já. Og pappiðinn á náttúrulega bara heiðurinn að stúdíu. Já. Þetta er náttúrulega svona í grunninn okkar hugmynd. Já. En pappiðinn á hvert handtakinn inni. Já. Og þetta er ótrúlegt. Já, sko við ég sagði við pappa, hei, pappi, mér langar eitthvað svona mjög glatt borð. Glatt vibes. Já, bara glatt vibes og hann bara svona, ég er með nákvæmlega sem þig vantar. Já. Og þú veist, málið er, pappi við erum AI-laust hlaðvarp. Já. Við erum Artificial Intelligence-laust hlaðvarp. Free. Ég bað hann að gera svona borð fyrir okkur og síðan fengum við Viktor það til þess að hendi hennan broskall. Já. AI-laust, hann er hönnuður, býr í Tékklandi, frábærgaur. Þetta er náttúrulega líka gott að koma inn á út á tísinu okkar. Já. Þetta er náttúrulega búið að vera tís í smá tíma. Bara þessi broskall. Já. Nú er það svolítið bara raungerast. Þetta er bara við að vera glaðir. Já. Og hann skartar sér hérna bara eins og í sínum ýmsu myndum. Svona skrítið og skemmtilegt, svona eins og memes. Já. Svona misjöfn memes. Memes. Við getum sett þetta er svo mikið memes. Nei, en við erum hérna náttúrulega, þú veist, og ætlum bara að þetta verður vikulegu þáttur. Já, alla 50 daga. Alla 50 daga. Þar sem við ætlum að fara yfir bara hlutina. Já, stærstu mál. Stærstu spurningar lífsins. Já. Af því að það sem við ætlum að gera líka og það sem við munum fá að sjá í þessum þætti. Já. Þetta verður svolítið uppskriftin á okkar þætti. Og við ætlum að reyna þetta í hverju viku. Við náum svolítið. Ekki segja með uppskriftina? Nei. Við ætlum ekki að segja með uppskriftina? Ekki alla, skilur? Ekki leini? Nei. Ekki leini uppskriftina, en hún verður svona einhvern veginn svona. Já, cirka. Já, hvernig? Fyrst munum við bara spjalla og ræða málin. Já. Aðeins hérna yfir einum kaffibolla í Vákvæði glæðibollanum. Já. 11.990 fyrir þá sem vilja. Hvað var það? Þessi 7 og 9. Ég fekk skít yfir þetta. Já, ég líka. Það var allir bara, ert að selja bolla á 11.990. Ég fekk þetta í vinnur í dag. Já, ég líka. Bara, ég hélt í alvörinu að eitthvað vantaði pening. Ég bara, ég meina, já, ég sagði mitt, tæknilega séð. Alltaf til í peng. Hvenær vantar menn ekki pening? Já, ég veit það. En kannski, þú veist, þeir voru orðinni huge. Já, þá kannski seljum við IKEA-bolla með limmuðum. Nei, þú veist, þetta er ekki til sölu. Það er líka bara til þessi 2 eintök. Já, nei, það er eitt annað. Það er 4. Það er 4 eintök. Já, kannski í framtíðinni. Kannski gefum við eitthvað skál fyrir okkur. Skál fyrir okkur. Já, skál fyrir okkur. Vá. Nei, eins og sé, ég fekk skilaboð í gær fleiri en eitt, það sem var bara, hvað er það að gera? Er þetta allt tísið, skilur við? Já, nákvæmlega. Er það bara að selja bolla? Einmitt. Og eru þið ekki viss hvernig þið ætla að hafa gjafaleikir? Á 12 skall. Já, einmitt. 11.990, sko, ég hafði það á hreinu. Það er alltaf í díl. Minnst það góð díl? Það er ekki til annars svona bolli. Máli bollar eru, mér finnst að bollar mætti kosta 50.000. Rólegur þar. Ef þú hugsa málið, þá er þetta, þú þarf bara að kaupa 1 boll yfir æfina. Ef þú missir hann ekki. Já, einmitt. 50 skall. Hversu pirrar væru að brjóta bollan? Pínu pirraður. En þá líka brýtur hann ekki. Hvað meinarðu? Þá hugsar það bara mjög vel bollaði. Já, trú. Bara þessi eini bolli mun búa til fullt af öðrum tækifærum í peningum, þú veist, það er að segja tryggingarlega sér. Tryggingarnir eru, þú ert að fara að tryggja bollaðin kannski. Já. Græðir á því. Já. Ekki nú náttúrulega brýtur hann. Ekki nú brýtur hann. Þá græðir enginn. Jú, náttúrulega fyrirtæki sem selur bolla. Já, og líka þú veist, ef þú ert með góð tryggingu. Já, en þú veist, þú ert alltaf að borga trygginguna. Já. Já, þetta er ekki frí peningur. Nei. Ok. Nei. Mér líður alltaf hann. Mér líður alltaf því ég fæ fyrir tryggingunum mínum. Það er svona, wow, shit, hvað er næs. Shit, hvað er gjafmildi. 180 skall, ok, gæðugt. Hefur einhvern tímann nýtt tryggingar? Já, ég vil endi í, sko. Ég sast eins og 12, nei,
Veistu það? Þú settist. Nei, það sem gerðist að hún datt óvart. Já. En notar á tryggingar ef að kaupa tryggingu í, þú veist? Bara heimilistrygging. Já, bara gamla góða. Bara að því það varð slys. Pínuslys. Já, það var enginn sem sast á tölvuna. Það var svona ágrís pæling hjá mér, sko. Ég veit ekki hvort að ég sé tryggður fyrir því að setjast á tölvu að þetta svo heimskulegt. Já. Ég held ég sé það samt, sko. Heimskur? Nei. Já, jú, ég heimskur, en ég held að sko að setjast á tölvu sé tryggingamál. Er það ekki? Jú, öruglega. En, þú veist, hefur við mitt tekið eftir því eins og ég Þetta verið að áta mig hana. Kærður, Kærður? Ég skal þá vera samkærður því að ég hef lent í þessu svipuðu. Þetta búið að fyrirnast. Já. Og orð gegn orði. Orð gegn, nákvæmlega. Ég gæti verið að ljúga þessu. Já, for the comedy. Já, for the comedy. En, sko, ég lendi í því einu sinni, ég hef held ég aldrei verið að pirra á æfuminni. Ok. Þá var ég sérst, ég var búin að vera einhvers staðar í burtu, ég kem heim og ég ætla að fara að ná í, ég átti svona fartölvu sem var svona, þú veist, gaming leikja fartölvu. Já. Og ég ætla að fara að ná í hana, hún var á stól inn í eldhúsi. Já, og þú sast á hana. Nei, ok. Af því að þetta er nákvæmlega sem ég lendi í. Já. Hún var á stólinn. Mitt er aðeins klaufalega. Já, ok. Eða, þú veist, mér finnst það. Já. Já, ég var allavega mjög pirraður. Já. Við ákveðin aðalega. Og það er kona mín. Getur þú giska hvað hann hefur gert? Hún sett hann ángað. Nei, ég setti hann ángað. Já, ok, hvað gerir Þú á að fara að kenna mér það. Já. Hún setti ruslapoka ofan á tölvuna í hálfan dag eða eitthvað. Já. Þú veist, hún var eitthvað að taka til, setti ruslapokuna á einhvern stað ofan á tölvuna mína, fór að gera eitthvað annað, gleymdi þessu svo bara. Það var óvart, svona. Það má vel vera. Já. Sá hún tölvuna? Þegar ég sast á mína tölvu, þá sá ég hann ekki. Ég ætla að vona hún hefði ekki síðan. Hún getur ekki verið á hann síðan. Nei. Af því að þessar tölvur, þær eru mjög lúmskar. Já. Alltaf fyrir manni. Þú veist, óvart að sittast á þær. Nei, en það sem gerist er að það er eitthvað í ruslinu sem er svona, þú veist, blautt. Já. Og þetta er bara sígur sig í gegnum tölvuna. Pókin lekur. Já, einmitt. Áfengi og... Áfengi? Já, bara þú veist, dós... Já, einmitt. Ég veit ekki af hverju ég fór á áfengi. Nei, akkurat þannig Substance. Mér líður eins og... Ég ætla að hætta fucking... Hvað? Ég er alltaf að sletta. Hvað? Substance. Akkurat svoleiðis efni. Akkurat svona substance. Klár. Þetta er pínir substance. Nei, en hvað substance er þetta? Nei, já. Það, sko, svo kem ég heim. Ég tek ekki strax þetta. Ég lyfti bara pókanum af tölvunni. Já. Ætla að opna hana. Já. Og hún er svo föst af klístri. Hún er bara... Hvað var hún með lengi? Pókin lengi? Já, í hálfan dag eða eitthvað, sko. Hálfan dag? Já, hún gleymir þessu og fer bara að gera eitthvað annað, sko. Já, einmitt. Og kannski fer út úr húsi. Ég man ekki nákvæmlega hvað þetta var. Ég man bara, ég var brjálaður. Já, talaðu við hana? Nei, ekki, sko. Ekki? Þið rættuðu þetta ekkert? Jú, seinna eftir kannski 1 dag. 2 ár? Já. Æ, mást þannig. Nei, þetta var alveg þannig, sko. Ég var svo sár. Já. Og vonsvikinn. Já. Mér er samt þér að kenna, sko, to be honest. Þetta er það, þú setur ekki tölvu á, hvert að setja tölvu á stól? Ég lendi í því og ég sast á hana. Og ég býr þess aldrei bætur. Ég fekk þetta 180 skatt fyrir það, en hún kostaði miklu meira en það. Já, en sjáðu til. Já. Hvort er heimskulegur að setja tölvu á stól? Eða ruslapoka? Á stól? Fullana rusli í hálfan dag? Sko, ég skilði alveg hún glimti sér. Já, en þú veist, ok. Sko, ég held bara allir vissu það ef maður er með dósapóka þá verður hann alltaf að vera á hreyfingu á kortisfresti af því annars fyrir hann að leka. Kortisfresti? Hefur ekki lendið því? Nei. Þegar hún leggur frá þau flöskupóka í hálftíma þá er hann búin að búa til eitthvað viðbjóð undir sér. Þannig að þú verður alltaf að halda honum hreyfingu. Þannig ger ég þetta. Já. Ef ég nenni ekki með rustið, ef ég nenni ekki að fara með dósina í dósasöfnina þá er ég bara alltaf á kortisfresti heima að færa dósapóka á milli rýma. Það heldur vökkunum á hreyfingu, eða substance. Heldur substanceinu á hreyfingu. Já, en þú veist, er það ekki bara vissar að fara með það út? Það er líka mjög sniðugt, já, það sem hún hefði getað gert. Það sem ég hefði verið snild, það er að á kortisfresti, ef hún vildi hafa þetta á stólnum, snú alltaf pókanum við. Þegar þá er vökkunir á leiðinu niður og sér snýrum við á leiðinu upp. Bara svo tímaglas. Já, hún veist bara í raun og veru hægt að horfa á þannig. Já, en þú veist það, hún alltaf glemdi sér. Já,
það er vandamálið. Og það er ekki í lagi. Nei, mér fannst það ekki í augnablikinu og Nei. þú veist eins og ég segi, þetta var bara mjög nálægt Já. skilnaði, sko. Já, ok. Þú veist, ég var crazy, sko. Í alvörunni? Já, ég var mjög sár. Hvað? Þú veist, ég vissi bara ekkert hvað trygginga voru, hvernig þeir virkuðu og Já. ég var í rauninni ekkert, þú veist, Þetta er svo auglýsing fyrir vörð. Bara hvað er þetta? Flöskutólsir á tölvuna, gaming-tölvuna mína. Ég ætla að líka Legends á hann. Ég ætla að líka Legends, ástu mín. Ég ætla að líka Legends. Þú skilur ekki hvað þetta er mikilvægt fyrir mig. Núna er ég án tölvu. Ástu mín. Nei, þú skilur mig ekki. Og hún bara eitthvað, vörður tryggingar. Já, það er nefnilega það sem kemur líka. Já. Er að það er nefnilega, þetta mun fullkomna þessu auglýsingu. Já. Er að vörður tryggingar. ég verð ekkert ánæður. Já, ég verð ekkert, þú veist, ég verð ekkert slakur fyrir að hún segir mér, ég er búin að tala um tryggingarnar, þau bæta þetta. Já, einmitt. Ekkert mál. Þá er ég bara Ég líka Legends. Ég er svo lítill. Ég er svo ógeðslega lítill. Ástu mín. Vörður tryggingar. Bæta þér. Bætið upp. Akkur er það svo mikið verð. Ég veit það ekki. Við sendum bara gíró. Já, við sendum gíró á vörð. Já. En talandi að senda gíró. Þá var ég að senda gíró á Happy Hydrate. Já, jú, þú varst það. Happy Hydrate er náttúrulega hluti af þættinum okkar. Já, þeir eru happy, eins og við. Og við erum í bóði þeirra. Já, halda okkur líka bara vökuðum. Já. Ég fyrir náttúrulega, ég veit ekki hvort ég hef sagt þér að ég fyrir gufu hverju degi næstu því. Reyni það. Já. Og svona svolítið heitt. Þú ert alltaf að segja mér það. Já. Bara, í alveg bara hverju mestu degi, sko. Þú segir bara ég fyrir gufu. Og þú segir líka alltaf, ég veit ekki hvort ég er búin að segja það. Já. Ég veit ekki hvort ég er búin að segja það, en ég fyrir gufu hverju mestu degi. Allavega það er það sem ég geri. Já, ég náði því. Og nei, líka bara hlustendur. Já, ég er bara flott, en ég bara segja það við þig. Þú er búin að segja þetta margóft núna. Og þú veist, þá þarf ég Happy Hydrate. Já. Af því að þú veist, ég svitna svo mikið og vissi allt. Það er mjög mikilvægt, sko. Og ég er ekki grínast, ég er alltaf, þú veist, fyrst held ég þetta var algjört myth, sko. Já. Bara eins og James Bond. Einmitt, já. Hann er myth. Hann er ekki til. Nei. Og þetta er eitthvað sem allir er að vita. Já. Þú veist, það veit ekki nú margir það. James Bond er bara sögupersóna. Já, þú veist, já. Þetta er bara eins og Harry Potter. Já, þetta er ekki mannski. En það sem við erum einn í búði, það er Colgate. Já. Og það er sko, ég er svo fegin, ég er svo þakkláttur Colgate, af því að já, maður þarf að tannbusta sig, sko. Sérðu í myndalni? Já. Nei, mig, sérðu? Já, þannig ertu. Sérðu hvað ég hvíta tennur? Já, þú ert fallegur. Þetta er Maxvæt að þakka. Rauðutúbunni. Já, rauðutúban. Ég er ekki að grínast. Þetta er því þið þakka, sko. Já. Ég drekk ógeðslega mikið kaffi. Og þú er ógeðslega, með lélegan lífstíl, en Colgate eru lagað. En hvíta tennur. Já, hvíta tennur. Ég fór til tannlæknis daginn og ég teki vöruna daglega mjög mikið. Já. Og hún sagði, ég þor aldrei að kíkja undir vöruna mína. Nei. Þor aldrei að fara í spegil og lifta hérna vörunni. Já. Af því ég svo hræddur að sjá bara vegna eða the upside down eða eitthvað. Eitthvað svona að skríða. Já, en tannlæknir segði bara hérna, og hún veit ég tek mikið í vöruna og hún er alltaf að skamma mig, sko. Já. En hún sagði bara þetta er bara merkilega gott. Já, en ég fór bara að tók meiri í vöruna. Já, mitt. Og alltaf ekkert að hætta. Og bætt í. leið og tannlæknir segja mig en ef þú ert að hlusta ekki. Er hún ekki alltaf að skamma þig? Jú. En hvað? Nei, sko, í daglegu lífi. Ég þekki hana, sko. Já, ok. Það er óþægilegt að þekkja tannlæknir sinn. Já, hún... Bara hvað ert að fá þér? Mitt. Veistu, af hverju mér er þetta óþægilegt? Af hverju? Hrifin að henni? Nei. Það sést í konunum minni? Já. En ég held alltaf að tannálurinn væri til. Já. Hún skemmti það. Hvað lengi? Bara, þú veist, 25 ára. Nei, þú ert að ljúga. Þú ert að ljúga þessu. Nei, ok. Varstu bara að fá pening 25 ára? Já. Varstu að missa tennur 25 ára? Nei. Varstu bara eitthvað hvenær? Jæja. Núna hlýtur þetta að fara að gerast. 25 ára. Alltaf á djamminu, kildu mig. Kildu mig, maður. Kildu mig það. Kildu mig svona beint. Nei, bara taka æðislega á þetta, maður. Alltaf tilbúin með ísbóksinn. Hvert fór hún?
hvert fór tölinn, sástu hvert hún fór ástu mín, sástu hvert hún fór sástu mín, ástu lamin á djaminu, já, jöp en veistu hvað ég fann tönnina nei, ég er bara fíblast já, þú trúðir ekki ég trúði ekki það var í skrítið, það var svona comedy glaður, þetta var svona comedy já, veistu hvað mér finnst ógeðslega fyndið og skrítið að sko, ég á dóttur sem er 10 ára já. og ég finn það svo á henni hvað hún er að hætta að trúa á jólasveinin og þetta dót ég veit það bara þetta er ekki lengur, hún er svona að þykjast trúa svo við hættum ekki að gera gefinni heldur það sé til krakkja núti sem bara byrjaði aldrei að trúa og er bara hvað nei fyrst ég minna sem bara fættist atheist fættist bara trúlaus þú veist og það er bara hvað, já, svo kemur jólasveinninn og gefur í skóinn og bara hvað heldur því sé hálfviti það hlýtur eitt barn að vera bara eitthvað þið eru öll hálfviti það er bara mamma, pabbi hætti þessu þeir eru hálfviti getið þið bara hætti þessu það hætti að vera svona kapitalísk það er mjög andkapitalísk barn já og kemur ykkur álfur og setur þetta undir kóta minn haltu kjafti pabbi nei, ég trúi því ekki ég held að það hefur aldrei gist hvað? það hefur aldrei gist nei ekki nema að þú elur barnið þitt upp þannig en ef þú elur barnið upp á því að trúa á þetta þá þau trúa pældi að ala barnið sitt upp á að trúa engum alltaf bara ekki trúa það eru allir að ljúga meira sem ég er ljúðar ekki treysta þessu sem þú segir ég er náttúrulega mín kenning er svo að þú getur alið upp barn til þess að vera hvað sem er þú veist, ef þú vilt alið upp barn sem að bara verður bara Mowgli bara geðveitt góð í skóginum hvað? þá elur barnið þitt bara upp í skóginum og það verður geðveitt gott í skóginum já, betri en önnubönd Róma komið geðveikt gott í þú veist, þau verður ekki eitthvað geðveikt gott að, þú veist vera abi nei, af því við erum ekki abar nei, ég veit það, en líka miðinn, hann ég held þróast þannig ég held að þú sett aðeins hefur séð hérna George of the Jungle nei doesn't work like that, það virkar ekki þannig þú getur ekki byrjað að klifra með fótunum allt í einu bara því að þú ert ég held það nei, þú getur það ekki, það er ekki fræðilegu möguleiki hefur það talað kenningu Darwins þú veist ekki, hefur ekki hugmynd hvernig kenning Darwins jú, reyndar þróunarkenningin hún er reyndar myth nei, þú veist, en veist sem hvað er að meina hún er myth ég er ekki að tala um það ég er að tala um að alveg barn sem hvað sem er þú getur ekki alveg barn bara og hann er bara hestur jú nei þú getur ekki farið að þú veist til dæmis ef ég elur barn til þess að vera hestur þá verður það mjög sterkt í bakinu sterkara en aðrir en þetta verður aldrei eins og hestur manni ég er ekki alveg sammála okay. Ég held að þetta er alveg svo bara ef þú vilt ala upp bara heimsmeistar í Tetris þá byrjaði ég bara með barnið í Tetris eins ás ég held ekki og það fær ekki gera neitt annað en Tetris já, hvað er þetta að gera? það voru bara það er Tetris við erum ekki að borða núna nei, við erum ekki að borða núna sko, nei, við erum líka búið við skjöldum með það Securitas þetta kemur í mynd ég er með svona system ég er með svona system en við erum í búið Securitas og þau passa þig nei, það var ekki vera hann erum við þau passa þig að eilífu og málið er þau eru með nýjan pakka eilíðapakkin það sem að þú borgar eitt gjald ég held að það séu 17,8 milljónir og þau passaði eilífu nei, jú, ég var að tala um Markusson ég veit hvernig já, nú, ok ég finn þar já. Þetta er ofboðslega flott kerfi þú fer á heimavert.is okay. svo einfalt er það já. skráirinn heimilisfangið þitt og þar færðu upp hvað ert að gera? Ég bara ekki, Ertu að undirbúa? Nei, ég er að hlusta á þig
Ég veist það, ég er að hlusta Ertu að setja þetta upp? Nei, ég er bara að hlusta þig Ég er bara að hlusta þig Ég var bara að panika Já, slaka frá Já, og ferðin heimavörð.is skrárin heimilisfangið þitt Þar færið bara upp, herði, þetta er svona stórt hús ekki satt, þú veist, jú, velur það Já Alltaf frá Já, síðan hvað er að gerast? Þetta er bara Við erum að fara með auglýsingu Það er það sem er að gerast Okay. Þú ert að tala Núna, Eyþór, já, ég skil Já, þú hefur ekki verið oft í svona podcast Nei, þú þekkir þetta miklu betur Þekkir Hvað á þetta ég að miklu gera núna? Núna ert þú að segja basically, þú veist, að því að þetta podcast er í boði við erum búin að vera að því Já, Apiatrate, já. hérna Securitas og Colgate Já. þá ert þú núna basically að selja þeim eða þú veist, svona semi við veitum að þakka þeim fyrir að styrkja okkur í að búa til að podcast þátt en síðan áttu þú líka að segja að því að þessi fyrirtæki þeir eru með svona áherslur og það er það sem þú varst að gera núna þú ætlar að fara yfir áherslur það er eina sem þú ætlar að gera það er bara eina sem þú ætlar að gera núna Ok, á ég breyta röddin eitthvað? Nei, bara eins eðlilegt hægt er sko, þó svo þú trúir í því ekki sem þú ert að segja þó svo, þú veist, þú skilur þú ert sölumæður Já þú veit að, hérna bara, já, ok, þú veist, Securitas Einmitt. þú veist, þið bjargaðir ekki úr bruna Jú eða það? Já, ok, Securitas þau bjargi ekki líf ok, jú, þau getur bjargað lífinu en ok, hvað myndi þið sem dæmi, ef að Securitas væri að segja við erum með hérna þú getur keypt mannesku og þú er kannski ekki sammála þú getur ekki keypt mannesku basically þú getur leigt öryggisverð Já, jú en þú veist, ef þú getur keypt mannesku og þú ert ekki sammála þessu hjá fyrirtækinu en þau eru að borga þér fyrir að vera sammálaði þannig að hugsa þetta þannig skilur okay. þetta er þetta en ég er satt sammála skiptir ekki máli Nei, það skiptir engum máli okay. Já, við erum náttúrulega með svo Securitas og eins og sjáur þarna á vegnum fyrir aftæði góða spjaldið að þetta er nauðsyn þetta er lífsseifir lífsbjargari lífsseifir algjörlega þú ferð einfaldlega inn á heimavörð.is já, svo einfald er það skráin heimilisfangið já síðan veluru þú færð heimilisfangið það sem þú býrð já, velur það síðan færðu ákveðna hérna möguleika upp þá ert að velja er dýr á heimilinu sér þvottahús er útgangur út í bakgarð ertu með garð já, og þá setjur talvan kerfi upp fyrir þig wow. Hvað setur það fyrir þig? Kerfi ok, öryggiskerfi það er hella og við erum náttúrulega með afsláttukóða sem er gladur þá farið 50% afslátt af uppsetningunni og þetta er svo þægilegt sístið því að þetta eru reykskynnirar þetta eru vaskynnirar þetta eru hreyfiskynnirar hurðaskynnirar gasnemar eru að gleyma ykkur þetta er svaka pakki og myndaðalar nei, ég meina þú veist það sem ég er að segja er að þetta er sko þú veist, við erum afsláttukóða á pakka sem þetta er raunveru við erum að gefa ykkur pening basically. Já. Við erum að gefa ykkur pening 50% afslátt af uppsetningu 50% afslátt Já, það er ekkert grín það er styrla en já, hérna, þetta voru styttaraðar þáttarins en sko, við erum sko, þetta er fyrsti þátturinn okkar við erum bara að gera þetta í fyrst skipti hérna, þó sem ég hef gert þetta margóft, þú hefur gert þetta aldrei 4 sinnum, 5 sinnum, 4 sinnum, 5. skiptið við, sko, vanalega Akkur er þetta bara í síma? Ég er að svara konunum sem er að koma yngar Já, einmitt Fínu spennu Þetta er svona smá stemming sko. Fínu spennu Í dag ætlum við að ræða drauga Við ætlum að fara yfir drauga okkur langar svolítið að komast að draugum Já, sko, eiginlega bara hið yfirnáttúrulega Já Sko, ekki þessin aliens, geimverur Nei heldur meira Mér spæði ógæðislega að fyndi við sem að fara að ræða drauga í fyrsta hæðum Já Af því að þú veist, þetta er Ég held að þetta sé ofnotaðasta topic í öllum podcastum á Íslandi. Það er ekki allir sem að fengið þessi miðil. Það er ekki allir sem að fengið þessi miðil, sko. Við ætlum að fá til okkar miðil eftir smástund og ræðamáli. En fyrst þurfum við aðeins að ræða máli.
Jæja, ok. Sko, við draugar, spooky ghosts. Spooky ghost. Trúir á drauga? Já, ég get þar. Já, alveg klárlega. Mér finnst leiðilegt þegar fólk trúir ekki drauga. Já, þið finnst ég leiðilegur semst. Stundum. Já. Stundum. Við erum mjög ósamlega margt, meiri sér drauga. Við getum ekki einu sem verið sammála það að þeir eru til. Eða sko, ok, ég ætla bara að segja eitt, bara svo það sé bara throw it out there. Ég trúi ekki 100% drauga. Nei. En ég trúi, ég leiði mér að efast svo margt. Þú veist, svona skeptikal, basically. Ég er alveg opinn fyrir þessa pælingu. Einmitt. Og þú veist, þegar ykkur kemur tíminn og segir mér bara, ég sá draug, ég er ekkert eitthvað, þeir eru ekki til, gaur. Þú veist, já, nei, þú ert bara ímyndaður þetta. Skilur, þú veist, ég er ekki þessi típa. Nei. Ég er meira ok, áhugavert. Það var þetta, ég er meira svona, ég hlusta og sé þig. Já. En síðan fer ég og bara hvað, þú veist. Nei, bara, þú veist, gæti þetta ekki kannski. Þú veist, ég hugsaði meira, fattar þú? Ert þú ekki gæinn? Já. Sem að ert svona, ef ég segi draugasögu, þá ertu einhvern veginn alltaf að finna lausn. Nei, ég nefnilega ekki. Var þetta ekki bara kötturinn? Nei. Var þetta ekki bara, þú veist, var ekki bara dragsúr í húsinu? Gauð, ertu ekki bara eitthvað þreyttur? Ég meina, veistu ekki bara eitthvað þunnur og sá eitthvað? Veistu ekki bara creepy það? Nei, ég er ekki þessi guð. Nei, ég lofa þér. Þú hefur sagt mér draugasögur. Já. Og ég hef aldrei verið bara eitthvað. Nei, það er alveg rétt. Ég var bara, wow, nei, damn. Þú veist, og síðan er ég bara eitthvað, fyrir síman, það er fokki. Nei, það er reyndar hárrétt. Þú veist, það er eitthvað vatn. Þú hefur hlustað á skilið. Já, ég er bara að gera það. En þú veist, síðan fer ég maður í bílinn og maður hugsa svona, ok, er þetta eitthvað sem að, þú veist, er eitthvað plattform fyrir þessu, þú veist. Já. Og svo fyrir ég að hugsa, þú veist, af hverju svona margir að tala draugar, líka, þú veist, af hverju þetta segja mér þetta? Þú veist, hvað færðu út úr því? Þetta er ángríns góð pæling, því ég held að ég hef aldrei verið bara eitthvað, gaur, ég verð að segja þér eitt. Nei, hvað þið aðeins? Ég verð að segja þér eitt, gaur. Sá draugundaginn. Ég held að ég sá hauslausan mann daginn. Fattur þið? Akkur er alltaf þetta að leiða mig, þá er alltaf eitthvað svona nutta þumlinum. Huginn strákunum minn gerir þetta. Já, finnur ró. Já, þetta er svona, já. Það er bara skrítið, þú leiðir mér nefnilega mjög reglulega. Tekur oft eitthvað í hendina mér. Við leiðumst mjög oft, sko, og við nuttum, ég nutta hann. Þetta er bara ángriðs kækur, held ég. Þetta er mjög spes. Huginn strákunum minn, hann gerði þetta þegar hann var lítill, og hann nutta alltaf neglunar. Og já, þannig að þetta er bara eitthvað sem ég geri. Þetta er mjög óþægilegt. Það? Já, þú veist, þetta er alveg spes. Ég er kannski bara lélur í þessu. Mér finnst eitt að leiðast, en þetta gerir þetta mjög pervertíft. En finnst þetta ekki skrítið að leiðast og gera ekkert? Nei. Mér finnst það allt í lagi. Já. En leiður þú eitthvað að gera eitthvað svona, þá ertu eitthvað horni í kallinn, sko. Nei, jú, mér finnst það. Þetta róð mig niður meira heldur en þér, sko. Getur þú hætt? Getur þú slakað á? Já, þetta er mín skoðun. Já, slakað á. Ég er rétt af henni. Bara, er þetta eitthvað childhood trauma, eða hvað? Gerðu það við mig, má ég prófa? Nei, ég held ég geti. Getur þú ekki nuttað mig? Þetta er ekki fínt? Nei. Þetta er ekki þægilegt? Nei, við finnst þetta ógeðslega Í alvörunni? Já, ég fæ bara alveg svona stimm. What? Eða svona, nei, hvað heitir þetta? Bara svona straum í puttan. Ég verður bara að hætta. Ok. Já. Allavega. Við erum konir. Draugar. Nei, en sko, mér finnst bara svo leiðilegt. Já. Þegar fólk bara getur ekki trúað. Alveg sama hvort það er á Guð eða eitthvað annað. Já. Búddisma, alveg sama hvað það er. Já. Bara trúðu. Já. Hafðu gaman að þessu. Já. Þú veist, hversu leiðilegt er, og að því þú varst að spyrja mig, hvað fæ ég út úr því að segja þér draugasögu? Já. Þetta er bara, mér finnst þetta fucking klikkað. Þetta er bara svona, þetta er svona eins og þú er að segja mér að þú sást vopna rán í Hagkaup. Já. Þú myndir alltaf að segja mér það. Já, það er skrítið að þessi gera ekki. Nei. Að ég er vissum að ég hef séð orðið vitni að draugum, sko. Já. Alveg bara definitely, sko. Já. Þannig að og ég ætla að fara alltaf yfir að, mást ég sagði þetta áðan, söguna, ég ætla að fara yfir það með. Já, við erum að fara á miðlum til okkar. Heldur Pétur. Við erum að fá miðl til okkar sem hún er að vísa út, þú veist. Þetta er stemningsskóla. Já, þetta er algjör snillíkur og það er líka það sem að mun koma í ljós með hana er bara, og held ég að muni fá þig til að trúa svolítið á þetta, sko. Heldur það? Já. En sko miðlar, fyrir mér er miðlun
segir maður það, miðlun Já, ég myndi alltaf ég miðlaði núna Miðla mig já, miðlaði ykkur tíðin Já, örugglega, miðlaði já, tíðin já. En að, þú veist, mér finnst það annað það sem mér finnst gaman að pæla í það þú veist, drauga þú veist, að ég sá draug þú veist, hérna Já mér finnst það bara að vera ógeðslega oft sko, bara to be honest hérna ég fann sögu á netinu, ég fann bara fyrstu söguna af draugagangi það sem ég fann bara, ég notaði bara Googles bara fyrstur til að uppgöta draug já, svona eina af þeim fyrstu ritunum draugagang og hérna, ég ætla bara að segja það, þú veist, og þá kannski skilur mig betur hvað ég að meina með svona ok, come on hérna, ég opinn, en ég ætla samt að halda árum að trúa já, sko, ég ætla bara að setja í stuttumáli en ekki fara ykkur þegar interneti lígur það lígur þetta svona gömul rit, þetta þú veist, frá 100 eftir Krist eftir Krist eða fyrir Krist, ég veit ekki, EKR eftir Krist jú, er þetta á íslensku? Já, ég er með þetta á íslensku já, þá er eftir Krist hérna, þetta svona sko gaur sem að var með eitthvað hús ok, þetta fárlega lélega sögð saga hjá mér, bara að þú afsakar það er betra heldur en að fara í alla sögur við erum ekki drauga podcast nei, hérna nei, sko, þetta er gaur sem að hérna sem að var á svona hóteli, bjóðar og hann fyrir allt í hennu upp úr þurru hvað? Var hótel? Já, þú veist, ég veit ekki hvað þetta heitir þetta er ekki hótel, þetta er meira svona áfra ljúa núna nei, ég er ekki að ljúa þetta stendur hérna þetta er ekki hótel, ég orðaði þannig svo að fólk myndi skilja hvað þetta var þetta er meira svona staður sem fólk var á skilur ok, ég ætla að hætta tröfla og kannski keyptu þeir sko hérna herbyggi vændishús? Nei, bara, þú veist, hótel er ekki vændishús Nei, já. Kaupir herbyggi til þess að vera þannig þetta er svona kannski meiri svo ég veit ekki ég þarf ekki að útskýra þetta fyrir ok, sko, já, þetta er svona eitthvað gaur sem að býr í þannig svona sambíli komplex eitthvað komplex vibes með mörgum fólki þetta er, málega kommuna já, kannski svona kommunu frekar og hann er að segja bara eitthvað, þú veist það er eitthvað svakalegu draugagangur ég bara skil ekki í þessu það er bara svakalegu draugagangur og hérna og fer svona að segja fólki bara heyri það er svakalega draugagangur og það er allir bara já ég finn fyrir þessum anda hér líka já, bara hann er bara predika þessu já, okay. Hérna, og síðan sko einhver tíman er hann eitthvað að skrifa í bókina sína af því að það gerði engin neitt annað á þessum tímum nema skrifa og vera bændur er líka eitt enn hvað? frá sér jú að framleiða annan framfylgja sér blóðlínum var mjög mikilvægt það er bara að ríða já, stund á kynlíf hérna gefut sérlegur við vorum svo að framlengja ég þór ekki að segja já, hann sem sagt síðan allt í nefna bara eitthvað hey guys hann er bara hey, allir komi það var einhver það kom draugur til mín í nótt og allir bara já, hann er með keðjur og bara, og hann benti mér á hvar eitthvað er grafið hérna það er eitthvað staðar hér hérna eitthvað staðar og allir bara, ok, gröfum spennandi finnur bein nei jú, og ég er með kenningu ég held að hann drap eitthvað skilur og hann svona, ok, hvað á ég að gera ég get ekki haft þetta samvinskum minni af því að, þú veist, ég er náttúrulega trúðað maður ég er búinn að syndga versta syndina sem er að drepa eitthvað en ef ég bý til þetta koncept af draugum og segi bara að það var einhver annar og bara já, nei, sko, það var draugur, sko eða, þú veist, þetta er það sem ég er búinn að segja í 2 ár sem að, þú veist, þá ég held að hann hafi búinn að byggja upp mjög lengi já, en þú veist, þá er bara alveg þú veist, ef þú trúir þá er það alltaf bara frábært að geta notað þetta í daglegu lífi já, einmitt, þú veist, nákvæmlega ef þú lækar og eitthvað mynd úr eldgömlu fíti, eða skilur bara eitthvað svona, sorry það er eitthvað við gerum þetta þetta, sko ég oft heyrt þess ásökun að það er eitthvað vírus í símanum mínum einmitt. bara ég kjaftaði það er kjaftaði ég held að þetta sé aldrei vírus nei, þú veist, hversu gamalt tricks að senda okkur gælu hana, hæ, hvað er símanúmerið já, bara
Þú vannst í leik. Það er eitthvað vírus. Nei. Það er eitthvað vírus. Þú er bara höstla. Haldið að kunni ekki að tala við fólk. Hæ. Varst í leik, kannski? Varst þú ekki að vinna í leik, hann? Þannig að við erum gjáleikurinn hérna. Ég þarf símanum. Já, ég tókst það til maður út gjáleikunum. Já, þetta er mín kenning að hérna. En ég meina það er samt alveg svipa konsept og það bara jólasveinin. Já. Af því að þú veist, það er bara búið til þess að krakkar hægi sér, sko. Já, akkurat. Þetta er svona emmitt. Já. Nákvæmlega. Og af hverju er þá ekki draugagangur eða upprunlega draugapælingin? Já. Bara eitthvað svona gaur að reyna að redda sér úr einhverju klípu. Emmitt. Bara eitthvað braustu það sann. What? Býtu, ok. Nei, sko, hérna. Veit ekki hvort þú heyrt þetta? Það er eitthvað spooky í gangi hérna. Hefur heyrt það? Viskar mér það? Og svo einhvern veginn, hann er komin djúpt inn í þessa lígi. Þá byrjar hann að brjóta meira. Mamma, hvað? Það er eitthvað rugl í gangi hérna. Ég held nú bara það. Að það hafi einhver maður búið hér. Já. Og hann var drepinn kannski. Og mjög ógeðslega. Og hann er mjög reiður. Hann er mjög reiður og út í þig. Því að þú ert hérna, fattaru mig. Já, ég skil þig. Og já, þannig að þetta er mín kenning. Sko. Já, þú veist, mér finnst þetta bara mjög góð kenning. En það útskýr ekki þá hluti sem ég hef séð. Nei, svo er náttúrulega það. Og hvað hefur þú séð? Ég hef bara séð alls konar hluti. Bara dæmi. Mann í hurð með hangandi haus. Já. Nei, ég reyndi að sá það ekki. Nú er ég að ljúga. Ert það að ljúga þig? Já. Byrja það að lígi? Mákum. Já, mákum það. Já. Ég hef séð lík. Hæ? Ja, mótaði fyrir líki undir laki á rúmi. Já. Það var ekki. Nei, ok. Og þetta gerist alltaf Eyrarbakka, eða ekki? Jú. Já, mest creepy staður á jörðinni. Ekki byrja. Jú, þetta er bara það. Nei. Ég ætlum ekki að fara þangað. Nei. Ég bara að segja Það kemur mér ekki ómart að þessi draugar. Veistu það, ég trúi drauga. Akkur. Núna. Út af Eyrarbakka. Basically bara út af Eyrarbakka, já. Þar eru pirraðir bóndar og líka stokkseri. Skemmir það. Svona reiði. Hættu þessi Eyrarbakka stokks er þvaðri alltaf. Já, ok, sorry. Þú veist, þetta er bara yndislegi staðir. Já. Nei, en jú, vissulega gerst á Eyrarbakka því ólstar upp. Já. Og þú ert að segja mér sögu frá sko mákonuðinni, eða ekki? Veist, það var, hún sá þennan draug, ekki þú? Nei. Jú, hún sá hann, en já. ég var búin að upplifa hluti áður. Já. Með hundin. Þannig að þú veist, make sense. Já, og það kemur fram á eftir. Já. Ég er ekki eitthvað að halda einhverju sögu en að þú ert að spara söguna fyrir miðlum. Ég skil þig, ok, en mér langar að ræða annað, tengt draugum. Ok. Þú veist, ég trúði náttúrulega alveg á drauga þegar ég var yngri, eða svona alveg, ég var alveg bara svona, þeir eru 100% til og hérna líka jólasveitin og tannálfurinn, þú veist, hérna, þetta var bara svona í sama flokki af trú. Já. Og hérna, síðan fór, þú veist, og líka bara síðan uppgötum við internetið og sá alls konar svona vídeo af svona einhverju ruggluðu dæmi og líka, þú veist, hefur þið hort á svona Ghostbusters þætti? Verði ekki sem ég var að útskýra? Jú. Svona fólk sem er með eitthvað svona tæki og eitthvað svona og þau eru eitthvað þú veist, Já, það er fyrir mér er bara bull, sko. Já. Þú veist, ég bara hlusta ekki á það, sko. Af því að það er fólk sem er að reyna að græða peninga. Já, af hverju heldur það samt? Þeir vilja ekki vera teknir upp, sko. Nei. Spérættir. Já. Þú veist, ég hef líka upplifað, sko, ég hef upplifað einu sinni svona draugadæmi sem er samt náttúruleg skýring á. Já. Og það er sleep paralyzing. Já. Það er svona alveg bara eitt af mest creepy sem ég hef upplifað á ævi minni. Það er víst kvíði. Já, ég er kvíðagræki, sko. Já, þú bara kvíðast maður sem ég veit um. Ekki, já, jú. Þú ert það? Já, ég er það. Að mínum mati. Ég þekki ekki. Hvað sagði? Nei, jú, ég er mjög kvíðinn og það þarf ekki að fara neina grafgötu með það. Nei. Það er ekki tabú. Nei, það er sko ekki tabú. Nei, sko, já, ég veit ekki, jú. Það getur alveg vel verið þessi kvíði, en það er sko, þið hefur upplifað? Sleep paralysis? Nei, þetta er hryllingur. Þú bara liggur milli svefns og vöku eitthvað, en þú fattar það ekkert. Þú ert bara hana, alveg meðvitaður hvað er í gangi. Kemur ekki eitthvað manneskja? Jú, þú sér það eitthvað svona figure, eitthvað svona svartan skugga. Svona silhouetta, eitthvað. Hæ? Svona silhouetta? Silhouetta? Já, skiptir ekki máli. Nei. Þú ert svo grindaskertur, sko.
oh my god, silhúetta Nei, ég veit ekki neitt Nei, Silhúetta? það er bara svona Múmínálfur? Nei, maður er svona móta manni eða þú veist, svona Já, Úf jú, eitthvað eins og Já, Veist, ok það er þannig Já, silhúetti Já, silhúetti allir það einn sko ekki spurning og það er sko maður reynir að öskra, maður reynir að hreyfa sig, maður reynir að gera allt gerist ekki neitt, þú ert bara þú ert stífur sko. út í borgarbúinu líka Nei, ég man eins og það hefur gest í gær, ég var að koma heim úr skólanum einn heima fer inn í herbyggja því ég ætla að leggja mig það var svona, ég er örugglega í 9. og 10. bekk þú veist svona ég ætla bara eftir skóla dæmi já. bara leggja þig svo bara lendur í slíparleis oi, það sökkar og fyrsta sem ég geri eftir þetta ég er bara svona panika bara vissi þá ekki hvað slíparleising var Býtur rangar við þér á meðan nærðu allt í hún að hreyfa þig eða þú sopnar ekki aftur Nei, ok þú bara allt í hennu, þú ert fokkið stífur Já og hérna allir er bara komið eitthvað slím allir er komið eitthvað slím ég er bara allir einhvern veginn hvað er að gerast þér allir er komið eitthvað slím Nei, ég var draugur þú veist, maður er bara svona og svo allt í hennu bara gerist eitthvað og þú bara, wow, shit maður og fyrst ég gerði, ég hleyp bara fram og er bara í paniki og eins og ég var að segja, þá vissi ég bara ekkert ég hafði aldrei heyrt sleep-paralyzing þannig að þetta var ekstra scary og ég bara fyrir beint í heimasíman hringi heim til ömmu að ég vissi að mamma var þar og bara eitthvað, hæ, hérna ég lendi í alveg svakalega og bara eitthvað útskýrða sem ég lendi í og hún bara, já, þetta hefur bara verið eitthvað góður að vaka yfir þér Já, einmitt bara ekkert gott við að geta ekki öskrað og þetta er eitthvað svona svört silhúetta Já, þú veist, bara Múmínálfur Nei, það er ekki Er það ekki eins? Nei, þetta er ekki típa af neinu Silhúett, þú getur fengið sko, Er ég silhúett? Þú getur Ok, er ég að fara að útskýra silhúettu fyrir þér? Silhúett er bara, þú veist, ef þú lýsir ljósi á eitthvað Ertu að tala um bara skugg? Nei! Guð mig góður Þú veist Fuck! Þú veist, ef þú tekur mynd af sólinni og það eru hús þá verður þau svona svört, alveg svört Það er silhúetta húsana Það er svona mótað fyrir húsunum alveg svart, þetta er ekki skuggi, þetta er húsið en það bara er ekkert ljós að birtast á því veist, á húsið sem að gefa þér liti og þá ertu við silhúettu, skilur Þetta er alltaf faglegt Guð minn góður, en pæling með þetta dæmi þú hringir í ömmuðina, sagði það heim til ömmu já. Og þú veist, ég meina þú getur ekki verið fyrst ykkur til þess að upplifa þetta og veist, okkar kynnslóð, mér finnst það ángast eins og okkar kynnslóð ég man þegar ég heyrði þetta fyrst, sko, félagi minn talaði um þetta bara eitthvað það var reynda, núna þegar ég pæli það var alveg væld af hverju við tókum við ekki alvarlegra, eða skilur hann var bara eitthvað, já, ég lendi aldrei í því að vakna já, lendi aldrei í því að vakna og hérna og svona svört manneski einhvern veginn að horfa á ykkur við bara, nei ángríns, nú þegar hugsa út í að þá gerðum við ekkert í þessu við gerum ekkert með þessu upplýsingar það er atheistin í þér já, þetta var svona það er atheistin þetta var svona kvín hérna, nei mér finnst eins og svona þú veist, kannski 40 ára niður í okkar, já, bara 40 ára er svona kannski fyrsta fólkið til þess að tala um þetta eitthvað, þú veist, er þá amma mín kannski bara búin að byrgja þetta inni fattar mig, þú veist, bara ég meina, þetta var alltaf eitthvað nýtt konsept nei, ég meina, væntanlega ekki nei. En heldur já, þú veist að þetta er ekki draugur þú veist, þetta er bara svona eitthvað ástand sem að líkamann fyrir já, ég veit það í dag sko. já. En þú veist, en þá þú veist, er þetta kannski bara ástæðan fyrir að við trúum draug fattar mig? Ég hef séð draug já, en þú veist, Eyþór, þú hefur ekki séð draug Jú. þú hefur séð mótað fyrir ykkur og þú varst 5 ára já þú veist, ég hef hort ángis þá er maður ennþá næmar í sér ég hef vaknað á nóttunni og hort á svona fatahengi og haldið að þessi gaur að horfa mig þú veist, það er ekki það sama þetta sem ég lendi í er ólýsanlegt ok, fæn en skilur mig samt í ef amma mín upplýði sleep paralysis sorry og svo reyður þú veist ég hata atheist já, ég er ekki atheist ég bara þú trúir engu ok, fyrir ekki, já, ég trúi þessu
Þú veist, ég geti sagt þér eitthvað hryllilega sögur æsku að mér og þú bara Nei Þetta ekki Nei Þú veist samt alveg að ég ekki annað sko Ég er ekki þessi típa Nei, ég að segja það og það pirrar mig Já, ég að meina ég trúi þér alveg, skilur ég bara velta þessu fyrir mér þú veist, af hverju erum við þátt hérna saman og ræða hlutina og við getum ekki rætt drauga, skilur Nei, ok, fyrirgeðu ég bara verð stundum Já, fyrirgeðu, ok, fyrir mig eitthvað annað AI með pæling með AI Ok AI er að eðilega drauga og ég held að draugar sé fara að vera mjög pirraður út í AI veistu hvað ég meina AI er eðilega koncepti drauga Já, ég skil núna því miður mun enginn trúa þeim núna, ég held að, mín spáð svo að draugar verða ennþá pirraðari og fara að gera verri hluti bara gera Conjuring Já, af því að þú veist, af því að í dag við sáum vídeo back in the day þá náttúrulega trúðum við öllu sem var á vídeónu af því að það var svo erfitt að gera CGI þú veist, eins og ég sé vídeo að fólki nota svona svona string, línu, fiskiband til þess að svona færa hluti og svona, creepy, þú veist, hérna en svo þróast tæknin og hérna og svo kannski það er eitthvað gaur, þú veist, ég ímyndi mig bara gaur sem að náði eitthvað yfirnáttúrulegu á mynd, bara eitthvað Hvað? Security systemi mitt náði tóku upp alla íbúðunum mína og hún á hvolfi og það gerist það sjálfsög allir bara eitthvað, einmitt akkurat hvað segirðu, Sora eða hvað varst að nota þetta, hvað gerðirðu hvað prompt notaði til þess að láta þetta gerast það er alveg rétt það er bara neikvæð, þú skilur við ekki gær þú veist þetta gerðist já, og það er fyndið og það er eiginlega rétt hjá þér því að og tala nú ekki hvað draugarnir verða núna aggressífur og reiðir það fylgist með því gott fólk að þetta munu þeir munu að finna fyrir ok, það er enginn að taka mark okkur lengur við þurfum að gera eitthvað drastíst drepa heila fjölskyldu þú veist bara heil fjölskyldu látin bara Conjuring 1 já, og svo er allir bara hvað sé mér langar bara að nefna það að þetta vídeo með fjölskyldan sem hangir í trénu öll heila fjölskyldan mér langar bara að segja það að AI er að rústa heiminum og þú veist það er nefnilega góður punktur með þetta svo kostinu áðan með gæjan sem að bjóti drauga söguna og þú veist þetta er að gerast í dag bara með AI sko. Þú getur alltaf skilti á bakvið AI ímyndaður eftir bara ég læka ekki þess að myndi það var eitthvað AI ég myndi eftir 20 ár þegar það kemur myndaðir og þú ert að pissa bara dauður þú ert að pissa upp í munnin þinn bara kviknakin á leikskólalóð og þú bara eitthvað þú varst kannski bara fullur og það gerðist skilur þú en þú getur alltaf sagt bara AI bara láta ekki vita að þetta AI-dæmi sem er að nota í þessa myndir er bara virkilega slæmt sko. og ég meina þetta er náttúrulega þetta er að taka náttúrulega rosa mikið svona af listamönnum í dag þetta, þú veist þú veist, ég meina heilu starfstjettina sem er að deyja út af þessu og sjáðu ykkur að gera eitthvað svona skrítin myndbönd af mér eitthvað nei, reyndar miðlar það verður brjálað að gera á þeim af því að draugarnir verða bara að koma þessu framfæri bara nú fyrst skilur bara við erum hérna þetta er ekki AI nei, við erum ekkert AI ég er bara pirraður að því að býr í húsinu mínu býr í húsinu mínu og þú mátt ekki vera nei, en þetta er eitthvað sem að hún Arngunni getur svarað okkur og við ætlum að fá hana bara til okkar hérna ræða málin vonandi kemur niðurstaði í málið að þú trúir aðeins við vonum það Vá já við erum komin til það kom til okkur góðu gestur Arngunnur hæ Arngunnur er miðill er flokkar þessi miðill? Já, ég flokka mig bara einhvern veginn ekki sem neitt þú ert bara yfirnáttúruleg
sjálf? Já, við erum það nú öll. Ok. Með svo líka fólk með álpapir. En akkur ertu með, ertu að venda þig fyrir einhverju sérstöku það? Nei, þú veist, bara gaman að, bara gaman að fá þig, þú veist, Þú ert að sýna þína stöðu. eða svona, ok, má ég viðurkenna eitt? Já. Ég ætla bara að segja það núna, ég trúi ekki á þetta dæmi. Ok. En ef ég var að vera gjörsamlega hreinskilinn, þá vill ég helst ekki að þú komist inn í hausinn á mér. Nei, og Þú veist, ég vil það ekki Þú veist, heldur. málið ég er ekki viss. Eða viltu það ekki? Nei, sko, fólk heldur alltaf að miðlar siti bara hérna og sé bara, ég veit hvað þú ert að gera í gærkvöldi og hvað þú ert að hugsa og eitthvað. Já. En við gerum það ekkert. Nei. Við erum ekki að miðla frá því við vöknum þangað til við fyrir að sofa. Nei, Þú veist, bara ef ég ætla mér að fara miðla fyrir eitthvað, þá ger ég bara ef ég beðin það já, með leyfi viðkomandi og ég þarf alveg að tengja mig upp já. þess að gera það, sko. Já, það. Já, ok. Já. Hvernig tengir þig, ef ég má spyrja? Hvernig Ég tengir? eiginlega get ekki lýst því að þetta er einhvern veginn bara eitthvað sem ég gerir bara svona ósjálfrátt. Já. Bara einhvern veginn á okkar spjall bara inn í hausnum á mér. En er þetta eitthvað sem að þú fæðist með, eða er þetta eitthvað sem kemur? Sko, við fæðumst öll með Ok. þetta. Mm. Og, en svo lokast bara fyrir þetta. En ég þjálfaði þetta upp. Já. Það var bara fyrir skefti fólki var alltaf mjög fyndið að heyra var í til dæmis í ítölskum spiritual háskóla námskeiði og Fórst í ítalskan spiritualískan já, á námskeið, ég var ekki í ykkur 30 ára námi eða eitthvað sko. Hogwarts. Já, ítalskum Ok, þannig að þú getur slögt og kveikt á þessu Já. og þannig að ég þarf ekki að vera með hann álpapir á mér. Nei, ok. ekki fyrir hvað það vil Skynjar eitthvað Akkur nákvæmlega núna frá mér? Nei, Nei, að því ok. ég er bara með slögt á þetta Ok. Þú getur alveg slakur Ok. Já. Þú veist, já, ok. Þú veist, þá getur maður andað aðeins léttar. Já, en eitt finn ég, saman hvort ég tengdi það ekki, það er hvort fólk sé vel við mig eða ekki. Ok, neina að útskýra vel við þig eða ekki. Já, bara, þú veist, ég meina okkur líka vel við fólk. Já. Og þú veist, ég finn það alveg strax ef einhverjum líkar vel við mig eða líkar ekki vel við mig. Já. Já, og þá Bara eins og þegar það er dónlettið þig, þá er það líka þeim ekki. Nei, það getur bara verið bara brosandi og spjallandi við mig. Já. En, Já, bara finnur það strax. Já, eftir bara smá tíma, sko. Ok. Hvernig finnst þér ég vera gagnvart þér? Bara hlutlaus, pínur hrættur. Já. Þannig að svona nútral pínurættur. Er það ekki bara rétt? Það er bara 100% rétt. Já, sko. 1 stig. Já, við Það er bara bara stúrta. Herru, ég held að ég trúi. Nei, ok, áhugavert. Þú fórst semst í skóla og það er hægt að læra þetta. Gæti ég farið til Já. Þýskalands í spiritualískan háskóla? Já, ég veit ekki hvort það sé Þýskalandi. Nei. Já, þú gætir, þú veist. En að þú sér við fæðumst öll með þetta. Já, Þannig að við gætum öll farið og opnað á þetta aftur. já, absolutely. Það Já. er svoleiðis. Já. Af því að það er líka oft talað um börn séu mjög næm. Já, Þú veist, og börn sjá eitthvað sem við sjáum ekki. já, Og það er það sem er verið að tala um að við fæðumst öll næm. já. Ok. Já, og svo þú veist, lokast á þetta og oft lokar maður bara á þetta sjálfur að því maður verður hrætt. Já. Já. Við sko, ég var að segja frá draugasögu við hann áðan. Já. Þú veist, ég hef lent í svona mjög miklu, ég veit ekki hvort ég ætla að tráma, nei alls ekki, en svona, ég lenti einu sinni, ég var að gista heima á ömmuna afa. Oh my god, byrjaru. Og ég var sérst á svona dínu hliðin á rúminu þeirra. Og þetta var í svolítið gömlu húsi, ekkert eitthvað eldgömlu, en 3 hæða, flott hús á Eyrarbakka. Skrítið, já. Hann alltaf hann monta sér svo mikið. Þú veist að hann taktu eftir því núna, bara á meðan þetta Finnurðu gengur. það? Hann 3 hæða hús. Svaka flott. Og Eyrarbakka. Já, ok, halda áfram. Og það sem gerist er að ég sérst ligg og ég var örugglega 5 ára. Mamma mín og pappi stunduðu vaktavinnu, sjómaður og hún var á elliheimili. Flexið. Bæði með vinnu. Einhver hefur nú verið innkoma. Já, wow. Þannig að þú veist, ég gisti stundum með ömmu minni og afa. Og það sem gerist er að ég er í herbygginu þeirra og ég er á dínu hliðin á rúminu þeirra og ég er að lesa bók og ég man ennþá dæta hvaða bók ég er að lesa. Ég er að lesa bók sem heitir Tralli, appelskul bók. Ó, já. Og ekki lesa hana meira, svona sko fara í gegnum hana. Nema hvað, ég sest upp og er að fara að ganga frá bókinni og ætla bara að fara að sofa.
nema ég lít til vinstri og það búið rúmið þeirra. Þá tralli þar. Það tralli. Það liggur Þú áttir að vera faglegar, Gunnur. Sorry. Ég hefði ekki að taka það fram og ég missi bara oft. Svo bara, þetta kemur bara. Við erum á sama bát. Sko. Já, en það sem gerist að ég sest upp og ég lít til vinstri og undir lakinu á rúminu og ég get svarið að það manneskja. Sem liggur, þú getur ímyndaðið með svo líki bíómynd sem svona undir hvítu teppi. Ég sér það og ég skal lofa ykkur því, ég skal heita því að þetta sá ég. Ég sá útlínur og allt, ég sá nef, ég sá bringu, fætur, alla pakkan. Sástu allt? Ekki allt, en þú veist. Þú veist, mikilvægt. Ég hleyp niður til afa og ömmu og bara hvað, það einhver rúmin eitthvað, af ekki við mér upp, engin. Alveg slétt. Og ég var ekki, þú veist, á milli svefns og vökuð eða neitt. Hver ætti að vera undir rúmi? Já, undir laki. Já, akkurat. Nákvæmlega. Hvað var ég að sjá? Þú varst að sjá hvað sem var þarna. Já. Og því þú segist trúa, þú segist ekki trúa, og svo kemur þú með sögum og þú upplifir eitthvað. Við sem trúum erum fólk sem erum líklega til að vera fólk sem finnur fyrir hlutunum. Einmitt. Já. Og þess vegna trúi. Mér finnst ekkert skrítið ef að þú hefur ekki upplifir eitt svona að þú situr bara hérna og trúir þessu. Já, sko, já, það alveg rétt, já. Þú getur ekkert sagt því. Nei, en sko, þú veist, eins og ég sagði við hann áðan, ég sagði við hann áðan að, þú veist, þetta ekki bara svolítið svona bíómyndir og eitthvað svona? Ég 5 ára, ég hef ekki séð líki bíómynd, skilur. Ertu viss? Já, það held ég. Já, ok. Nei, ég veit ekki. Nei. Mér finnst það mjög hæpið. Já. En samt sem áður, mér var ekki að dreyma. Nei. Og heilin á manni getur ekki ímyndað sér svona. Nei. En hvað var hann þá að sjá? Eitthvað sem var hann. Já, en þýðir þetta eitthvað, Argunur? Er þetta eitthvað... Nei, þetta er bara verið einhver dáinn. Þú veist, einhver sál þarna. Já. Hefur þú upplifað eitthvað svona spooky, af því að ég veit ekki alveg, miðill það mannska sem heyrir eða fær til sín skilaboð að handan, held ég, það ekki? Segðu mér. Ég veit heyra. Ég veit ekki, fær til sín skilaboð frá handan að handan. Og kemur skilaboðum áleiðis. Og kemur síðan skilaboðum áleiðis til mannesku. Þú sérð ekki beint, þú bara færð skilaboðin, eða hvað? Já. Ég hef séð og sé stundum og ef ég alveg rosalega þreytt þá bara kemur eitthvað hérna og svo bara svona guðvarða upp. Já. Ég sá þegar ég var lítil. Já. Óljósa minningar það en mamma bara getur vottað það og svo sagði miðið það við mig, þú veist, áður ég var komin sjálf á kafi í þetta. Að ég var rosalega myrkfælin sem var ekki lygi og að það væri vegna þess að ég hafi séð svo mikið þegar ég var lítil. En nú í dag þegar ég er að miðla þá þetta sýnir inn í hausnum eða ég sé þetta bara svona eins og bíómynd bara hérna frá ofan eða heyri eitthvað ekki með þessum eyrum eða þessum augum. Þú veist, rosalega erfitt að lýsa þessu. Ég sá hvað lýsingu, þú veist, að intuition væri þú veist eitthvað en þú getur ekki útskipt hvernig þú veist það. Já. Þannig að þú veist, ég bara einhvern veginn fæ þetta til minn með allskis leiðum en sjaldnast sem ég sé með þessum augum. Hvenær áttaður á því að þú værir með eitthvað svona að þú værir ofurhetja? Já. Það var bara í fyrra. Nei, ég og tvíburasystir mín, hún líka svona ekki tvíburi? Já, einægja tvíburi. Það er yfirnáttúrulegt. Já, þetta er mjög creepy. Það er mjög creepy dæmi. Einægja tvíburar eru creepy. Bara 100%, ég er alveg samanlega. Og þú veist, sama rödd og sama lúk og svona, maður hefur oft séð fólk bara svona þagnar og horfir á manni sem að setja augur eitthvað. En við vorum alltaf í Kringlunni og þá voru einhverja konur að dreifa út einhvern svona flyers þarna. Og þá var það einhver yfirnáttúrulega, eitthvað svona andlegu skóli hérna eitthvað. Við alveg bara, let's go, skrám okkur. Og vorum hérna í 3 ár. Og þá, eftir veruna þar, þá var maður búin að þróa sig einhvern veginn aðeins áfram og þá fór ég svona átt með, ok. En var samt með einhver minnumáttakenda því systir mér var komin, þú veist, miklu lengra. Hún var bara, já, hún var það alveg. Var það oft þannig?
Já, hún alltaf með þetta, sko. En, hún var bara spá í bjór á djamminu og eitthvað svona. Vissi ekkert að hún væri að spá, hún bara leti eitthvað gossa og svo kom fólk, svo sagði þér hérna fyrir 2 mánuðum, þetta allt búið að koma fram. Oh my god. Og hún sagði ég eitthvað, hérna í bjórnum, hún þannig, hún var einhvern veginn fann að geta þetta áður, þannig að ég bara einhvern veginn var svona minnum átt að kenda og eitthvað, en svo já, kom þetta bara alltaf meir og meir og hvert skipti sem að því ég er mjög gjörn að lendi í slysum eða veikjast og fara í aðgerð og þurfa að svæfa mig, hvert skipti sem ég lendi í að vera svæfð á spítala að það vakna ég meira næm. Aha. Já. Þannig að áhugavert. Þannig að svona þegar þú drukkin, drekkur áfengi. Þetta er skrítið spurning. Lítja í þú má ég segja. Nei, í alvörunni, ég spurði manneskjum daginn að hvort hún drekki áfengi og þetta er svo hættuleg spurning af því ég er að opna á kannski vesen, sko. En þegar þú ert undir áhrifum áfengis, ertu næmari? Nei, eiginlega ekki. Þá loka ég alveg. Því ég bara vil ekki, þú veist, af því að það er alveg til illir hlutir þarna hinum megin. Og ef maður er drukkin, þá er maður opnari, þannig ég er ekki opin fyrir því að opna á mig. Þannig að þá loka ég mér ekstra mikið en svo bara er ég búin að missa listina áfengi. Já, same. Ég sammálaði það. Ég líka, sko. Já, reynda remba ofin í miklu einu koktel þegar ég fór með ónefndri konu á ráðstöfnu en mér var bara líkamlega illt, sko. Já. Þessi ónefnda kona hefur einmitt sagt mér sögu, sko, sem að ég var svolítið hrifin af og það er aldrei ástæðan fyrir ég hafði samband við þig er að því að með stafinn. Veistu hvað sögur að tala um? Já, ég veit hvað sögur. Geturðu sagt okkur þessi sögu? Já. Þú veist, þetta er ótrúlegt. Já. Þú ert ekki hér. Hvað mennur þú? Þú veist, þú ert ekki hér. Nei, ég er úr Reykjavík. Já, ég segi þú átt ekki að vita neina kalla hér. Já, nei. Ég held þú að segja hún væri draugur. Já, ég líka. Ég væri geimvera. Hvað er handan? Já, hvað mennur þú? Já, þetta var þannig að þessi ónefnda kona þín, við vorum að vinna saman og á hjúkrunarheimili og vorum hérna 3 hjúkrunarfræðingar eitthvað að gramsa í einhverju geymslu, það var allski slutum og svo þriðja tekur fram einhvern staf, hendur hann í mig og segir svona, taktu stafinn og segir mér hver á hann. Og ég tek stafinn og finnst ég vera svona fíblast eitthvað og svo læti bara allt gossa sem kemur til mín og lýsi bara einhverjum grömpi kalli og svona leiðilegu konuna sín og eitthvað. Og hún segir svo eftir svona smátíma, ég held ég viti hvern nátt að tala. Og svo berum við þetta bara undir aðra manneski sem eru kunnugri þarna og þær gátu bara votta það að þetta væri sá maður sem hún var að tala um. Áhugavert. Með því að halda á staf. Já. Þetta lærir bara í Hogwarts. Já, þetta lærði ég alvöruna. Þetta kallast hlutskygni. Hlutskygni? Já. Getur það? Já. Ok. Þannig að þú tengir í gegnum hlutin. Er þetta einhver orka sem myndast sem þú getur ekki útskýrt? Já, akkurat. Ég bara fæti hendurnar og þá er bara eins og þegar ég er að miðla og þá bara, þú veist, koma til minn allskeis upplýsingar. Hefur einhvern tímann haldið aftur að upplýsingum? Það er geggjur spurning. Já, þetta er rosalega góð spurning. Nú þarf ég svona að vera að rifja því... Það hefur verið að miðla fyrir einhvern til þess að útskýra fyrir hlustendum. Og þú kannski sérða eitthvað sem er mjög hræðilegt. Já. Nei, ég er bara búin að biðja mína menn þarna hinum megin að vera ekki að láta mig vera bóðbera einhvers djöfulgangs og ég vil alls ekki sjá dauða eða eitthvað svona. Nei. Þannig að þú veist að ég fæ ekki neinar upplýsingar sem að mér myndi ekki langa til þess að bera á. Nei. Þú færði bara svona gleðitíðindi? Ekkit endilega gleði. Séð og heyrt? Já, slúður. Já, smáttland. Nei, ég fæ alla flóruna fyrir utan ykkur að sorg og já. Þú getur lokað á það? Já, ég bara beðið að fá ekki eitthvað sem að mig langar ekki að bera á. Já. Heldur samt í, sko, ok, kannski við tökum það fram, þú ert ekki starfandi miðl. Mér er starfandi, sko, bara segja eitt, það er meira cool. Það er meira cool. Það er trúverðara. Það er ekki eins töff að vera starfandi miðl heldur en að vera svona, þú veist, þú ert Batman.
skilur Já. Já, þú veist, hún ekki að gæta neitt hags, þú veist, hún ekki eitthvað, hei, ég ætla að koma að auðlýsa mig. Akkurat. Nei, Það er bara ekki- alls ekki. Ég bauði henni að gera, hún vildi það ekki. Já. Þú veist, þetta Ég bara öfugt, bara Já. hunsið hana. Já. Já, nákvæmlega. Látið mig eiga mig. Látið mér friði. Nei, hérna, sko, þú veist, hefur eitthvað tímann bara pælt í, bara þú veist, að því að þú veist, hefur eitthvað tímann bara svona, ok, ég ætla bara að ljúga á hann. Nei, en hefur aldrei langað til þess bara svona, Nei, bara, ég ég er ætla bara... að segja honum að konans sem er látin Nei, er núna byrjuð með öðrum manni, eða eitthvað svona. nei, hinga til hefur ekki Þú langað hrifin að þetta. einhverju manni. Já, og hann getur ekki hægt að hugsa Já, nei, ég Nei. er bara... Svona gerum við ekki Nei. í orkuheiminum. Sko. Nei. En food for thought, þetta er eitthvað sem þú getur byrjað að stunda. Já, ég gæti alveg farið í einhverjar svikar og Já. eitthvað, En sko. það er náttúrulega stórt í þessum heimi, samt sem áður. Já. Því miður. Er það? Nei, já, snákasölum, en þú Já, veist, já, ég get orðið miðill á morgun. Ég meina, Innan gæsalappa, þú veist, þeir sem er ekki að horfa á að gera í stóra gæsalappi. já, ég prófaði þetta. Ég var með live show í Já, Hofi Já. á Akureyri og ég testaði þetta. Og ég sagði að þú veist, ef þú fættist í janúar, Já. þá mun kötturinn deyja. Og það voru alveg 3 kettir sem dóu. Já. Og þú veist, stórt net, ég veit ekki alveg hvernig það virka, en ég fekk alveg bara... Kannski ertu miðl. Það er bara það Fekst þessa sín. það er bara það sem ég hugsa, sko, hérna, þú veist, er ég kannski með þetta? Þú veist, er ég með þetta í Ég mér? meina eins og hún sagði okkur á. Það er allir allir með. Já. Það þarf bara að fara í Hogwarts. Já, kannski verðum við komin saman í bransa. Já, Já. einmitt. Já. Company. Já. Hvað myndið þið skýra það? Companyð? Já. Hérna, séð og heyrt. Getur eitthvað, séð og heyrt. Ég var... Séð og heyrt er þetta Já, sturla miðla. já, vá, vá. Bara ég sé þetta. Séð, heyrt og skynja. Já, ég sé þig og skil þig og hérna. En hver er svona þín, myndir þú að gíska, þú veist svona, eða gíska, mannstu eftir einhverju atviki sem að þú sjálf bara, Kom mér á óvart. já, og líka bara var magnað, þú veist, áttu eitthvað svona miðlamóment eða það sem þú ert að uppgöta eitthvað eða sjá eitthvað sem er bara klikka. Alvöru miðlamoment, sko. Ertu í Facebook-hópið með miðlum? Sorry, Nei, side það note. getur vel verið ég sé einhverju Facebook en ég er ekki aktíf. Það er ekkert bara- eitthvað hópspjall bara, ég var að, Nei, það var rosalega dæmi í gangi í gær, nei, sko, ég bara er í- rosalega lítið fyrir, Nei, Facebook. ég er bara að vera eitthvað líklega bara fyrir fram að mig Já, eitthvað, já, hérna. já. Það er nefnilega að fyndið því að sko, þegar ég senda á Arkunni að koma hingað, Mhm. hvort hún væri til í það. Já. Og hún sagði mér það að hún hafi verið byrjað að skrifa sko, nei takk. Já. Já. En svo sendum við bara, ok, ég ætla að henda mér út í djúplegin Einmitt. og fara algjörlega út fyrir þægindraman. Þannig að þú veist, þú ert ekki að blasta þessu hinga og þanga. Nei, ég er ótrúlega sperrætt. Það er svona, þegar ég sá að var myndavélar hérna í landskoti, nú get ég ekki breytt röddina eða eitthvað fólk Einmitt. sér mig. Þannig að, En já. áttu eitthvað svona moment sem þú manst eftir? Já og nei, þú veist, ég á alveg moment þar sem ég hugsa bara, wow, en það er ekkit endilega það ég er að miðla fyrir mig, heldur meira að því að lendur stundum í því ef ég er eini bíl á rauðu ljós að þá kom einhver upplýsingar til mig. Mhm. Og ég var ekkert mann hana og fæ til mín, þá var tvíbrasystir mín ólétt og ég fæ til mín nafn sem að dótturinn ætti að heita. Bara, þú veist, 2 nöfn. Og þannig að ég hringi í hana þegar ég kem heim og segi, heyrðu, ég var að fá og geggja flott nafn þetta til mín á rauðu ljósi áðan. Hún er nú hvað og ég læt það flakka og svo kemur þögn á línunni. Hún ertu ekki að grínast í mér, við vorum að ákveða nafnið áðan og þetta er það. Í alvörunni. Og ég segi, og klukkan hvað var það? Og hún segi það og þá var þetta á þessum tíma. Oh my god. Ég fekk gæsa það. Já. Þetta er rosalega. Og það þreytandi samt líka, ef þú pælir því. Bara svona, ég veit ekki hvað ég segja þetta, sko. Bara, hérna, erfitt að vera til stundum. Já, og þetta er líka svolítið þreytandi fyrir aðra. Dóttir mín er ólétt og Já. var að fá að vita kynnið í dag. Já. Og svo bara, ekki segja mér það. Nei, og ég er búin að vera að segja henni það bara 10, 11, 12 ár, þú veist, Já. hvers kyns fyrsta barnið hennar verður. Mhm. En hún var eitthvað svona að reyna að sannfæra að mögulega er þetta hitt kynnið. Mhm. En hún bara þurfti að geta það ofan í sig því að þetta var bara nákvæmlega sem ég er búin að vera að segja við hana. Sko. Einmitt. Þannig að, Vá. Það er, en eins og þessa sýnir eða þetta sem hún fær til þín eins og þarna á rauðu ljósi.
færðu stundum bara allt í einu eitthvað. Getur þú setið hérna og fær bara eitthvað dúf? Já, það gerist alveg stundum, sko. Og getur þú líka beðið með það? Já, þú veist, þegar ég biði þetta þá það þegar ég að tengja mig upp að því einhver að biða mig að skoða eitthvað fyrir sig. Ég skil. En þú veist, ég fæ alveg stundum og stundum lendi líka í því að ég byrja alltaf að tala og ég ekkert búin að vera að hugsa neitt og svo bara vellur eitthvað út í mér og ég að heyra þetta bara í fyrsta skipti með manneskjum sem ég að segja þetta við. Já. Og svo þetta eitthvað sem gerist. Já. Þannig að svona eins og sé tala í gegnum með eitthvað. Þannig að ég bara... Vá, það er... Já. Finnst þér þetta að vera hamlandi? Já, og stundum getur að vera það. Að ég var stundum, þú veist, viðlóðandi hjúkrunar heimila bransan og var stundum að fá til mig bara hverju var að fara að deyja næst. Já, er það ekki vestistæðari fyrir því til þess að vinna á? Jú, þá var ég bara, nei, hingaðu ekki lengra. Ég ætla ekki að vera bara með þetta, bara fyrir að vita hver deyr næst, hvernig og innan hvaða tímara. Já. Og þá bara baði ég að þetta kæmi ekki og fekk þetta ekkert lengur. Nei. Sko, ég hef oft pælt í þessu, af því mér finnst þetta magnað. Og ég átti mákonu. Fyrrverandi mákona mín, hún var svona sáhluti. Og ég var líka að segja Ingólu þess að dreifa sig á þann og hann svona, skeptískur. Veist þú sér á svipnum. Nei, ég veist ég var bara gett. En það sem gerðist þar í stuttumáli ég var í forstofuherbyggi, átti hund. Þessi hundur, þarna var þessi kærasta bróðum mér ekki komið til sögunar, sko. Átti lítinn hund og hún sat alltaf inn í herbyggi hjá mér og urraði fram. Kærasta bróðins? Nei, ég ætla að segja mákonar. Nei, það kom seinna. En og hún var alltaf að urra fram, litli hvolpurinn. Og ég skildi aldrei neitt inn einu, hún hætti ekki fyrir ég lokaði hurðinni. Ég spáði aldrei neitt meira í þessu. Síðan kemur bróður minn með þessa kærastu sína fyrirverandi og þau gista í herbygginu mínu og á Eyrarbakka og ég tryggi þetta húsi. Nei, þetta er annað hús. Annað hús sem við mörg hús. Hún vaknar við það að það er eitthvað sem stendur í hurðargettinni og hún er svona séð og hún sér hérna svona sjómann með hangandi höfuð ekki af heldur svona, þú veist, ég held að vera af nei, og ég hef þá miskilið hann er bara til hliðar þessu sé hálsbrot þetta er ekki sem bíum nei það er náttúrulega, ok, já þess vegna trúður mér ekki svona á hann já, það er bara nákvæmlega það já, nú trúur nei, sjá til en það er magnað, þú veist ég er ekki líka oft talað að dýrin sjáu jú, algjörlega já, af því að þú veist þarna, þegar hún sagði mér þetta morgunin, þá tengdi ég strax við þennan atburð með hundin minn að þetta var ekki bara í eitt skipt, þetta var náttúrulega bara öll kvöld nema ég lokaði hurðinni sem er crazy, am I right? Það er svolítið magnað, sko já, en þú veist en þú gætir líka bara verið að ljúga ég? Nei, já, kærasta bróðins já, ok, tvær manneskjur það geta tekið ykkur til saman en það er svona, ég er líka skeptikur, sko, að mér skrítið plott mér spes plott, það er mjög spes og það kemur aftur að við erum ekki að græða neitt á þessar lígi nei, en hvað er hann að sjá því þetta bara, er hann opnari? Ekki ég. Ert þú meira gaping? Ég sá þetta ekki. Nei, þú samt hundurinn. Já, hundurinn er gaping. Og kærasta bróðins. Já. Þú veist, ég meina tæknilega séð. Já. Ég, þver, ég er svona 3 í útvikun. Já. Þú er svona 14. Max. Já, max 14. Já, ég er bara keisari. Já, þú er keisari, sko. Ég er svona alveg að fara ég er bara 10. Nennar að segja þetta næst þegar þú gerir eitthvað. Ég er að opna mig, ég er komin í svona 7. stigs. Við gerum þetta að það fyrirtæki verður komið að laga. Fyrirtæki hindi útíkun. Já, verður í svona búning. Já. Nei, já, þú veist, sko, ein spurning. Pæling. Hefur ykkur krafið þig sönnun? Já, oh my god, já. Já, bara alveg
Bara svona? Nei, Já. svona? Já, bara algjörlega þannig, bara hörðu, ég var til að láta þig spá fyrir mér, en fyrst verður að sanna fyrir mér að þú getur það. Segðu mér eitthvað mig. Nei, ég bara ómögulega takk. Þú ekki þátt í þessu? Nei, þú ekki þátt í þessu. Bara þú er greinlega mjög einn í útvíkunum. Það er ekki þetta hann var málið. Það þarf... Já, einmitt. Þá manneskjan líka bara sem að hún mjög lokuð fyrir þessu. Hún lokuð. Já. En hvernig virkar það? Já. Hvernig opnaði ég mig fyrir þessu? Hvernig myndi ég, eins og núna? Getur þú spá fyrir lokari mannesku? Það miklu erfiðara. Já. Af því að, þú veist, til þess, þú veist, segjum að Eyþór bara, heyrðu, ég ætla að panta hérna að spá fyrir mig. Að þá hann að setja það út í kosmósið að hann vilji að ég skoði hlutina fyrir hann. Þannig að þá bara sendir hann ratarið sinni upp, ég minn og upplýsingarnir koma. Og minnumst. Já. En manneska sem lokuð fyrir þessu, hún ekkert að fara að opna sig. Nei, það eins og þegar þú smá álættin á hann. Það fer ekki gegn. Já, ég meina, ég fór líka með bara fæðivorið á hann kom, Ég gerði alls konar. Víktu vatni hérna, ekki stóð. Viltu vatna? Ertu þyrst? Nei, já, víkt vatni mitt. Já. Fyrir ekki. Fyrsti gesturinn okkar í stætti. Fyrsta sem hún að spá fyrir er að þú ert mjög einfaldur maður. En gestrið sinn. Já. En þú veist, ok, gætirðu spá fyrir mér er ekki rétt. Geturðu talað um eitthvað sem ég þekki það? Er það möguleiki? Ef ég opna mig núna? Það komið eftir að þessari spérhæðslu. Já. Ég verið margbeðin að koma út af sög og eitthvað og ég bara alltaf... Nei. Já, þú lokast í svona... Já. Það make a sense. Það eru ljós hérna, rafmagn, wifi. Já, og ég bara álpapír. Já. Bara hate to break it og ég er rosalega bara svona já, þú veist, hefur þetta raunverulega hjálpar þetta raunverulega? Já, það gerir það alveg fyrir fólk sko og náttúrulega bara misjaft þú veist ég er rosalega mikið svona seinni ár verið að fá til mig fólk sem að ég bara brotna saman og grætur að því ég hitta okkur að fónd og það sem ég er að segja bara meikar enga sens fyrir mér að því þú veist, ég skil ekkert þetta sem að þau skilja að því þau eru með bakgrunn, þannig þau vita hvað verið að reyna að segja þeim að því að þau eru með þau skilja þetta já. En mér finnst ég bara að vera eins og hvað trúður eða eitthvað og svo bara sé að koma tár og fólk brotna saman og vill svo fá knúsa með það fyrir að því að þeim fannst þetta hjálpa. Já. Þú bara, halló. Já, ég bara, just hanging around. Og svo fólk oft spyrir mig, hvað sagður aftur hérna vaðandi eitthvað, ég veist það, þetta situr ekki eftir að mér, þú veist, þegar þú ert farin að þá fer þetta bara, af því að þetta er ekki upplýsning allir mín. Já, þú manst þetta ekki, það er svona þannig sér, svona áhuga. Það þarf að vera eitthvað ægilega krassandi til þess að fæstist í þér. Já. Eitthvað að gerast eða eitthvað sem að, þú veist, en vanlega þýðir ekkert að ætla að leita fletta upp í mér eitthvað, því að þetta er ekki skilafótið mín. Nei. Það er líka áhugavert. Mér finnst þetta svo áhugavert. Af því að ég man eftir einu sinni komst ég í gamlar svona snúningsbólur, ekki Vaff.S heldur kassettu. Já. Snúningsbóli sá fyrir mér alveg ég var að reyna film það kalla snúningsbólur á Eyrarbakka já. Nei, en þar er einhver upptaka af mömmu minni hjá miðli. Oh my god, það var mjög skrítið að komast í það. Ég held ég megi eins og tala um það af því ég held að hún veit ekki að ég hef einhvern veginn heyrt þetta. Nei, klippið út og ég er með hljóðbrot við ætlum að spila hljóðbrot gerist svona bara, sorry, þetta var kannski dónalegt af mér, en farið alveg bara svona eitthvað fórst þú í trans? Jú, ég var einn svona á transnámskeiði. Hæ? Já. Transnámskeið? Já, þú veist, þetta var eitthvað svona, þú veist, þróunarhópur kallaðist þetta og við vorum bara að æfa okkur að fara í trans. Já, þetta var þróunarhópur, þetta var ekki svona... Var það út í Ítalíu? Í Hogwarts? Nei, Íslandi. Já. Bara, Þannig að það var eitthvað sem var lélugur í.
Já, að fara í trans, ég veit ekki hvað það ekki. En þú veist... Ég bara öruglega. Gulla lélema. Já, bara spáði ekki í það, að því ég var alltaf svo upptekinn að því að kvíða fyrir að kemja mér, að mér fannst eitthvað svo, já, ekki það að sitja upp á sviðum og leið alltaf eins og að ég væri að fara í eitthvað hlutverka. Fórstu í trans? Já. Ok, og þú veist, manstu það eitthvað? Já, ég man það alveg, en þú veist, man ekkert endilega sem ég var að segja. Nei. En er þá einhver, þetta virkast að stanninga ekki, að talar einhver í gegnum þig? Já, þá kemur einhver inn í mann og talar. Mér fannst þetta alltaf, þetta var ekki fyrir mig, mér fannst þetta óþægilegt. Þannig að ef einhver mötti alltaf biðja mig að skella mér í trans núna, að þá myndi ég bara afþakka. Já, af því þannig þú líka ekki lengur með stjórnvölin. Já, þetta sé svolítið það. Þú veist að fólk hefur komið og beðið þig að fara í trans. Ertu að fara í trans fyrir þau? Eða þú veist, ég kannski miskilja hvað trans er. Já, ég held þannig bara. Er trans ekki svona eitthvað eins og að fá flóðakast? Jú, ekki bein. Nei, ok. Ekki bein, það. Já, þetta virkar þannig að það kemur einhver, þú veist, inn í mann. Kemur inn í mig. Já, aftan. Það kemur einhver inn í mig hérna. Þetta gerir þetta bara illt verð. Og talaði í gegnum mig. Já, ok, ég skil hún. Þannig að hún verður búktalari. Já, ok, ég held að þetta væri bara hérna... Eitthvað kynferðislegt? Nei, ég held að þetta væri bara eitthvað svona Já, örugglega hjá einhverjum, þú veist, ég held að trans væri bara eins og að fara í flóðakast og síðan bara ferðu úr transinum. Ég held að meina að svo var hérna á Omega sjónvarpsstöðinni. Já, þetta var eitthvað svona Já, þú datt niður og talaði tungum og þannig að ég er að ruglast. Þannig að þetta er manneski sem fer inn í þig og kemur inn í þig og talar í gegnum þig og þá verður þú manneski. Já, ég lánaði raun og veru bara hylkið að mér og stíg til hliðar, þú veist, já. Og þá er hún ekki lengur í stjórnvölin. Ég skil mjög vel. Sá sem er að koma inn í hana, aftan frá, hann verður hún. Jesus Christ. Það er ríkald að tala en hvernig öðrum við svo útskjöld. Það er það sem gerist. Og notfæra sér líka með hennar í að vera þú, lifandi aftur. Já, ég skil. Sem tæki til þess að koma skilabóðanum áfram. Röddin. Og maður sá alveg, þú veist, þegar maður var að horfa hérna að gera þetta, þá bara var kannski kallmaður sem var að fara í trans og hann talaði, þú veist, þetta var ekki röddin hans, það var, þú veist, bara hvernmannslegri rödd og eitthvað svona. En þá, þú veist, heið illa í þessu, það er alveg til? Já, absoluttli. Ok, og er það eitthvað sem þú getur nálgast eða þú forðast það bara alveg? Já, ég vil ekki sjá það nálægt mér, sko. Nei. Og bara, hérna, ég var rosan myrkfælin hér áður fyrir, að ég var að finna fyrir ykkur, en eftir ég fór í allt þetta þessa sjálfsvinnu og þessi námskeið og svona, þá bara lærði ég að verja mig. Þannig að örlar ekki fyrir verkfælni eða hræðslu hjá mig núna. Og að ef ég flyti í nýtt hús þá hreinsa ég alltaf áður. Það er magnað. Ok, mjög persónuleg spurning, þú þarft ekki svara henni. En þú veist, hvar stendur þú þá í eins og trú, eins og með Guð og Jesú og svona, þú veist, er það til? Já. Já, ok, þá erum við það. Klálega, tengist þetta trú að eitthvað leitum til? Finnst ég það? Raun og veru ekki spáð í það, sko. En ég, hérna, mér finnst maður ekki geta verið í þessum bransa nema að trúa á gott og illt. Þarf ekki að heita Guð og allt þetta og þú veist, ef Guð er til að þá er alla alveg mikið til og klárlega það illa. Ég trúi bara á einhvern aðri kraft. Já, því að þú hefur uppgöld þetta sjálf eða upplifað. Já, bara algjörlega. Það er, en eins og fyrir því að horfa á Conjuring. Er hvað? Eða einhver svona hryllingsmynd. Já, eða sko ofurhetjumyndir. Skilur, þú veist, af því að það eru til ofurhetjur, ég veit að það er ein kona í X-Men sem býr yfir svona hæfileikum. Já. Mér minnar það, Heroes. Minn eftir Heroes. Nei, ég bara horfi ekki á ofurhetjumyndir en Er það út af því að þú svo tengir? Nei, ég bara, hlutinni þurfa að vera eitthvað sem getur gerst í alvöru. Helst based on a true story. Þannig að fyrir þetta eiginmaður minn laug stundum að mér eitthvað mynd, þetta væri based on a true story. Þetta er alvöru. Charlie's Angels. Og ég bara horfði á þetta og svo
bara erum við viss og alltaf náðan mér sko. En ok, þannig að þú hefur örugglega ekki ég var bara að pæla sko, ég var að pæla í þessu leiðninga bara, hún ef hún horfir á svona bíómyndir af því að þú veist náttúrulega margt af þessu alltaf þessu skáldskapu sem þessu Avengers það gerist ekki alveg að þú svona ég tengi samt alveg við þessa ofurhetju af því að ég er með þennan hæfileika líka gott að þú kemur inn á þetta orð hæfileiki ég nefnilega lærði það í einhverjum þróunarhóp eitthvað ekki hæfileiki og fólk rosalega gænt á að líta á það sem einhvern hæfileika þetta eitthvað sem við ég er bara mjög óöruggur ég er bara ógeðslega óöruggur á svona fólk þess að kalla ég og flesti gera það þú veist en meðfætt þetta er meðfætt og allir geta þetta þannig að þú veist þetta er ekki eitthvað svona súper hæfileiki sem að sumum er útlutað en sumir haldi svo opnu bara og sumir miðlar nálgast þetta samt svolítið svona já eins og þessu svona betri en aðrir og ekki það sem einhvern sérstaklega miðl í huga ég veit nákvæmlega hvað þú ert að menna og ég held að það eru þeir eru eðilega svolítið fyrir ykkur sko. Þú veist, það er svona get over yourself, skilur þú veist, hérna flottur ég er það sko og þessir miðlar í Bandaríkjunum akkurat sem alltaf að hérna reyna upplustra einhver svona mannskvörf einmitt og reyna bara að komast í fréttinnar það er það sem þeir eru að reyna að gera akkurat, er það möguleiki er möguleiki að finna hvar ykkur er ég meina, að því að þetta er kannski líka sensitív spurning, ég veit það ekki bara að finna hvar ykkur týnd manneski er ef hún er ekki látin sem dæmi, af því að þetta er vanlega alltaf að handan, eða ekki? Jú, þú veist, það er alveg möguleiki og ég hef alveg verið beðin að gera það en ég bara ég ætla ekki að gera vegna þess að ég ætla ekki finn hana sjálfur bara þú segir bara, þú redda þessu ég vil ekki bera ábyrgð á því að vera að leiða fólk einhvert og leita þar og svo var það kannski bara ekki rétt ég ætla ekki að fara að gera það þannig að það er ekki allar sýnir og heyrnir sem þú færð eru endilega réttar þetta er alltaf túl ég heyri eitthvað, sé eitthvað og svo rafa ég þessu saman og svo segir fólk alveg eitthvað svona svolítið, ég veit hvort að tala og svo segir það mér sína túlkun ég alveg akkurat þetta þannig að þetta er ekki bara eitthvað handrit sem ég fæ bara til mín og eitthvað það er þetta mjög fair punkt það er mjög góð punktur sko ég ætla ekki að hún tjáur þetta eitthvað vitlaust ég er alltof með ykkur í eitthvað svona sko þú veist ég gæti þetta ekki bara valda einhverjum vonbrigðum það er að leita fólki frekar bara gerð þú að vinnur leita þú sjálfur það hefur verið leita til mín þú veist akkurat til þess að þú veist það verið að leita að manneski sem að var týnd og mér langaði náttúrulega rosalega mikið til þess að hjálpa en ég bara gat ekki haft á samviskunni ef að ég væri bara að skemma fyrir í þetta var bara lögreglu rannsóknarferli og maður hefur svo oft séð ég bara ykkur svona ekki raunveruleika þátt, þú veist bara í fréttum eitthvað svona svikamiðlar sem hafa eitthvað, þú veist og ég bara ætla ekki að setja nafnum mitt við eitthvað svolítið. Klálega, mér finnst það mjög skynsalegt að það er bara mjög skynsalegt. En það er sem líka, eins og ég var að segja, það sem fær mig til að trúa eins og fólki eins og henni, Arkunni, að hún er ekki innit for neitt. Nei. Hún er ekki inni í þessu fyrir peninga. Nei. Hún er ekki af því það er líka oft hengt við þetta. Þennan miðlastarfsemi er að fólk er bara peningaplokka annað fólk en þú veist þú augljóslega ert ekki að því nei, en ég ætti kannski að gera láta að gera eitthvað svona derhúfur með mynda andlitinu mínu klálega þú kostar samt 100.000 skall að fá þig hingað núna Eyþór sagði 200.000 en þegar nei, Katrín lofaði mér reynda tannkremstúpu það er bara eftir nótil og happy hydrate og öryggiskerfi öryggi til þess að passa halda þessum vondu hugsunum in check ég sá okkur Tesla hérna fyrir utan viltu hana? Já, ef hún var ekki rauð, þá hefði ég kannski í það er alveg að skoða það já. Það er ekkert mál Leita þú þér eitthvað til mann svona miðla ráðgjöf?
þú veist, þarftu þess, getur þú Ég get ekki gert þetta fyrir sjálfa mig. Nei. Og ég leita alveg stundum, en sjaldnar með árunum, en ef ég leita eitthvað, þá það bara til tvíburasystur minnar. Já. Þegar hún getur ekki skoðað sig og ég get ekki skoðað mig, en við getum skoðað hver aðra. Einmitt. Og svo sá ég, var ég svolítið séð, þegar ég var gift fyrir til manninu mínum, á ég að kíkja í bolla fyrir þið eitthvað. Því, þú veist, líf okkar voru náttúrulega sama, þannig þá var ég að fá allt inn upplýsingar sem að ég hefði ekki fengið að ég ætla að reyna að skoða þetta fyrir sjálfa mig. Já, ég skil. Já. En ég veit ekki hvað það er sem að bara kemur ekki raskat að skoða fyrir sjálfa mig. Mér finnst það mega sens, sko. Ég er búin með náladóa í hendinni, hægri hendinni, núna í 2 vikur. Og ég er svona kannski típisku kallmaður. Ég fer ekki að fæ aðstöð. Eða hjartafall? Nei, það er víst vinstri. Það er víst vinstri, en ég er búin með náladóa. Ekki nema sért með hjarta hægra megin. Það getur verið. Er það möguleiki? Getur þú séð það? Arkunur er alltaf hjúkrunarfræðingur. Nei, það er vinstra megin. Hvað, sástu það? Nei, ég er djók. En líkur á ég rambari. 50-50. Nei, þú veist, ég er búin með náladóa hægri hendinni núna í 2 vikur. Já. Og ég er alveg orðin frekar þreyttur á því. Og ég fór að hugsa bara, ok, þú veist, ég þarf að tjekka á þessu og ég reyna að tjekka á þessu sjálfur og ég get það ekki. Rétt eins og þú getur ekki tjekka á sjálfur þér með miðla stöfið, þess að hver er eitthvað. Og ég bara pæla, á ég að fara að tjekka á þessu? Þetta er mjög skrýtin spurning, þú veist, ég veit ekki hvort þú sjáu það. Ég var alltaf hjúkrunarfræðingur líka. Á ég að tjekka á þessu? Og af hverju er þetta? Og kennari líka, ekki segja maður það, og náms- og starfsráðgjafi. Þú getur þetta kennt honum ímislegt. Ég veit ekki. Hvað vilt að hún gera? Ég veit ekki, bara gef mér ráðgjöf. Nei, ég get allavega sagt þér að þetta er ekkert neitt alvarlegt. Nei. Það get ég sagt þér. Þá ger ég ekki neitt í þessu. Það er eitthvað, þú veist, þó þú færir læknis að þá myndi það ekkert flýta fyrir þetta gengir. Já, ég held að hann muni gaslýsa mig. Hefur þú ekki upplifað, vá, góð spurning til miðlara. Gaslýsing. Ertu ekki alltaf gaslýst? Jú. Bara djús kjaftaði. Jú, akkur heldur ekki sem sperrætt. Nákvæmlega, ég nenni þessu ekki. Já, bara, Það er mjög góð þú spurning. veist þinn sannleik. Já, og mér er bara drullu sama þó þú Jón Jónsson eða eitthvað. Var Jón Jónsson að drullu þið? Nei, Jón, ok. Það er skrítið. Eyþór Ól. Nei, þú veist, ykkur random mannski. Mér er bara alveg sama þó þú trúir mér ekki og bara, það var ekki upp að mér, bara haltu því fyrir sjálfa þig. Já. En það líka, þú veist, það breytir ekkert þínu. Nei. Þú veist, þó að Ingólfur Grétarsson trúi þér ekki. Nei, og hann þarf ekki að trúi þér. Nei, ég bara, þú veist, algjörlega. Ég trúi þér alveg. Ég vil bara segja það. Núna? Já, veist, skilur, ég skeptikur skur á konseptið. Ég trúi samt alveg þinni upplifun og hvað þú ert að sjá eitthvað. Ég bara verða að viðurkenna það. Ég er bara leiðilegur. Sorry. Menn er ekki hollt að vera með reyna hugsun, sko. Jú, já, það við finnst erum bara mér. ekkert með það því við hefum búin að upplifa þetta að við hefum séð þetta. Ég hef samt alveg margóft upp, ég tiltöra 9 árin myrkfælinn. Sér, hann er að opnast. Og þú veist, ég finn stundum fyrir svona orku, ekki mynd, eins og einhver sé að elta mig eða fylgjast með mér. Ég loka öllum hurðum. Það ætla að segja sama við þig eins og var sagt við mig þegar ég var svona að skýta brækatuna myrkfælinu og fór til meðels. Og það líður þið stundum eins og að standa eitthvað fyrir aftan þig og eitthvað, já, þú ert í tölvunni að gera eitthvað og þið, já, það er að það stendur eitthvað fyrir aftan þig. Í alvörunni? Já. Þú ert að upplifa þetta að þetta er, þú ert að finna fyrir þessu. Já, ég er búin að vera á flakki með tölvuna mína líka og ég set hann alltaf upp á móti hurð. Líka svona baki? Nei, ég er uppi vegg. Núna? Já, ekki, þú veist, ég er uppi vegg þegar ég er í tölvun og ég horf, svo þá líður mér betur. Þú veist að flytta það í nýtt húsnæði? Já, í svona millihúsnæði. Já, þannig að þetta er ekki sama heimili og þú varst á? Nei. En þar upplýður þetta ekki? Nei, þú veist, þetta er svona tiltölan, svona hálft ár síðan ég byrjaði að playa. Amma mín, gæti hún verið vandamálið? Vandamálið? Já, þú veist. Já, að gera það alveg. 100 ára lifandi amma þín? Nei, hinn. Sem hún er ég bjó hjá henni aðeins
og ég bara pæla hvort að ég hafi farið eitthvað fyllt með mér. Það getur alveg gerst, en svo getur þetta líka fyllt húsnæðinu. Já. Þannig að þú getur verið að flytja inn á húsnæði þar sem að einhver sem að, vil bjóða þarna áður ætla bara ekkert að flytja þaðan út og húsbónda sínu heimili eða eitthvað. Brakar líka mikið í, sko. Já, þetta gamalt húsnæði. Svona, já, þetta er gamalt. Smá. Svona, já, nýlegt. Nei, ekki einu sinni það. Þetta er gamalt hús. Þetta er ekki svona gamalt, þessi eitthvað eyrabakka, svona einhver kofi sem er að brotna í sundur eitthvað því að þau byggja ekkert, eða þú veist, gera ekkert meira, þau haldaðu bara við. Nei, en þetta er ekki nýbyggt. Nei. Já, ég meina, oft fylgja annarkvort fyrri eigendur sem farnir, fylgja oft húsnæði, eða manneski sem bjó ekki þarna, heldur bara rampaði fyrir rælni eða eitthvað og bara, hér er gott að vera, hér ætla ég að vera. Einmitt. Já. Þannig þú ert svona fullkomið fórnalamb held ég. Já. Þú ert bara að finna fyrir þessu þegar þú ert heima, þú ert ekki bara í krónunni og... Nei. Er þú sem í krónunni bara? Já, og í bílnum og svona. Já, finn ég reykingalykt. Ég finn reykingalykt. Er það nýtt líka? Það er endar, ég held að það væri bara eitthvað kvíði. Það er fyrir 2 árum. Þá byrjaði að finna reykingalykt. Ég finn reykingalykt, sko. Já, það er holy shit! Algengt að þá, já. Ha? Þú ert að opnast. En ég byrjaði alltaf að finna reykingalykt fyrir 2 árum, alltaf í svefnherberginu mínu. Já. Og alltaf á sérstöku stöðu. Nei, alltaf í svefnherberginu mínu, en já, þetta var líka alltaf sama, þetta er alltaf sama sko reykingalyktin og ég þekki sígarettur. Betur að þú vilt. Já, því þú veist, betur en ég vill. Og ég meina, stjúpappi minn þá reykti aðra sígarettur en mamma mín og það var mismunandi reykingalykt. Og þetta er nákvæmlega sama reykingalykt, en ég finn hana líka í þessu nýja gamla húsi sem ég er í og ég finn hana stundum bara í vinninni. Já, það er eitthvað sem er með þér, það er ekki eitthvað sem fylgir húsnæðinu. Fylgja? Já. Það er ég svo spiritual. Þetta er fylgja. En er þetta ekki bara kvíði? Ég er nefnilega að spyrja ChatGPT. Já, þetta er ekki að hlusta á gervigreind. Nei, ekki heyrt neitt það að maður finnir eitthvað reykingalykt frekar ef maður er kvíðinn, sko. Nei, já, ChatGPT hefur logið að mér. Já, gaslýst mann alveg. En ekki argunur. Ekki argunur. Það er aldrei logið að þér. Og fer ekki að byrja því núna. Nei. En ok, þannig að þetta er eitthvað sem er að fylgja mér, sem er reykir. Og líka að þú segir, þetta er sama reykingalyktin. Já. Ég þekki bara, nú er afi komin, en þú veist, bara eftir mismundi reykingalykt. Það sem ég á erfitt með það er að, þú veist, ég tengi ekki þessa reykingalykt við neina manneski. Það er það sem svona... En það getur verið eitthvað saman. Það væri bara hygge ef það væri afi minn bara. Já, hygge. Hygge? Já, danska. Já. Það er bara huggulegt, eða skilur bara svona þægilegt hugg. Við tölum ekki dansku. Nei. Já, þið hati Danmörk. Jú, norsku. Olsen. En það er annað sem við langar að koma að því fór að tala um fylgjur. Já. Ekki fylgjur úr móðukviði. Nei. Svo fyrir aftur þá. Ég man nefnilega rosalega vögt því ég var yngri. Að ég vissi alltaf hvernig einhver var að koma heim. Já. Ég er ekki að grínast. Að koma fylgjana undan. Já, ég bara fann það á mér. Mér fannst ég heyra eitthvað. Mér fannst ég heyra einhvern vera að koma og kasta þessu skónum með eitthvað svo smá læti. Svo kemur kannski bara bróður minn 1 mínútu síðar. Oh my god. Og kemur inn með látum, sko. Wow. Og þá var fylgjan hans að koma undan. Holy shit. Ég man vel eftir þessu. Að oft sitt ég bara heima, heyri bróður mínum koma, kalla það blessaður, er ekki kominn, svo bara mætir hann. Og hann segir blessaður. Já, þú veist. Wow, gaur, þú ert eitthvað... Ég þarf að fara í Hogwarts. Þú ert að fara í Hogwarts. Ég myndi samt alltaf lendi í Slytherin, Já, var eitthvað svona flokkakerfi. Ég veit ekki hvað Slytherin er. Nei, þú skil. Voruð þið ekkert flokku niður í Hogwarts, í skólanum? Nei. Var enginn bara eitthvað, þetta er alveg svo Hogwarts. Nei, kannski var eitthvað að segja, það var margir að tala í ítölsku þarna. Hogwarts. Slytherin. En takk bara kærlega fyrir komin, Arngunnur. Klálega, takk fyrir komuna. Takk fyrir Arngunnur. Sjúklega gaman að það. Takk fyrir mig. Kottu alltaf. Hvernig þá? Þú ert að lesa hérna. Já, nú er ég orðin parstur. Þú er orðin frí ekki. Viltu vera með í þættinum? Æðilegu. Já, ok. Trúir þig? Já, ég trúi. Nei, ok, ég trúi henni. Ég trúi miðlum. Mér finnst miðlar skemmtileg breed. Já, en líka bara skemmtileg kona. Nice specimen.
geðveikt skemmtileg Arngunnur. ógeðslega skemmtileg. Af því að líka bara þarna sérðu eins og við vorum að tala um á hann. Já. Hún er ekki í þessu til að græða á einum eða einum. Nei. Eins og ég sagði við hann á hann og ég bauð henni bara, hei, ert að miðlast eitthvað? Þú varst bara hérna, taktu penningi minn. Taktu penningi minn. Taktu penning. Arngunnur, taktu penning. Snerta með hendina og taktu penning. Hún var, nei. Hún sagði, hún snertaði venni. Hún sagði, nei, ég tek ekki peninga. Nei, hún er algjör snilling. Já, það sem ég ætla að fara að segja er að ég bauð henni til að, bauð henni að auglýsa ef hún væri í þessum bransa. Já, einmitt. Og hún er alveg í þessum bransa, hún sagði það. Já. En hún vill bara ekki auglýsa sig. Nei. Hún vill ekki vera að þessu og eins og hún sagði, það er búið að bjóða henni út á sögu, eitthvað svona dót og hún bara vill ekki vera í þessu. Hún vill vera í þessu og hún vill ekki vera átir. Nei, já. En ég vissi þetta líka magnað að vita núna bara eitthvað, það er til bara einhver Hogwarts skóli þetta er bara svona Hogwarts dæmi. Já, ég hafði líka gaman að hún sagði alltaf, hún var alltaf að þróast. Hún er aldrei á námskeið. Nei. Hún er bara þróunarnámskeið. Já. Þetta er svona, við erum að þróa þetta. Einmitt. Finn út úr þessu. En hún fór bara sátt frá borði og við sáttir. Glaðir. Já, mjög. Ég er mjög glaður. Og hún fór með bara fulla lúkur af gjöfum. Já. Frá Securitas, Colgate og Happy Hydrates. En já, bara takk kærlega fyrir að hlusta. Erum við ekki bara góðir? Jú, ég held það. Hérna bara vika. Í næsta dæmi þá tökum við annan draugaþátt. Aftur Fín boogie. Þetta verður bara draugaþáttur. Vákaði glaður, draugaþátturinn. Þessi broskall er í rauninni látin frændi minn. Þetta er látin frændi minn, broskallinn. Nei, ok, hérna já, takk fyrir að hlusta. Já, elskunum mínar. Ég trúi. Ég sjóir nátt að gróir.